Já, velkomin á Rauða borðinu. Það hérna margt í þættinum í kvöld. Síðast í þættinum þá fer María yfir feministka fréttir með Margréti Pétursdóttur og Söru Steff. Og María ætla líka að taka viðtal við hana Silju Dögg Sigurjónsdóttir sem að mér er sagt að viti manna mest myglu á Íslandi. Og það er að koma æ betur í ljós að mygluvandinn er gríðarlegu vandi, hefur áhrif á líf margra og mun kosta óheyrilega peninga að vinda á hann af. María spjallar við Silju það. Hann ætlar að koma hérna hann Breki Karlsson frá Neytendasamtökunum og við ætlum að fara yfir svona nokkur mál sem að tengjast baráttu neytenda. Síðan hérna þegar við erum búin að fara yfir frétti vikuna þá kemur Sonja Þorbjörnsdóttir formaður BSRB hingað og við ræðum kjaramál opinberra starfsmanna en líka kannski baráttu BSRB og opinberra starfsmanna til þess að verja grunnkerfi samfélagsins þar sem að fjöldi starfsmanna vinnur, heilbrigðiskerfið, menntakerfið og annað slíkt. Og í framhaldi af því kemur Steinunn Þórðardóttir sem er formaður Læknafélagsins og við ætlum að ræða heilbrigðiskerfið sem er eitt af þessum kerfum sem er í eilífri varnarbaráttu og kannski spyrja hana bara hvort að vörnin hafi staðið svo lengi og hörfað svo langt að kerfið sé komin einhvern stað að vera erfitt að reisa við aftur. Af því þessi mál tengja svolítið svona baráttu almennings fyrir því að viðhalda kerfunum við ríkisvaldið sem að vill ekki efla skatta til þess að fjármagna kerfin eins og almenningu vill halda þau. Ávallega að fá Ásgeir Brynjar Torfason sérfræðingi í fjármálum til þess að segja okkur hvort að þessi barátta eigi sér stað alls þar í heiminum, hvers vegna þegar er þessi hnútur og þannig að þau munu á endanum sitta hérna þrjú við rauðaborðið og ræða við mig þessi mál. Þetta er svona, við erum að þrefa okkur svolítið áfram formið á þáttunum. En eins og vanalega þá byrjum við á fréttum dagsins, María. Já, heyrðu, það er verkfall Eflingar sem er kannski svona aðal fréttirnar í dag og koma þetta stundum með fleiri en ein frétt á dag. Já, það er áróðustríð í gangi. Já, mikið áróðustríð. Það er... Við ræðum þetta líka aðeins í feminísku fréttum. Já. Þetta kemur náttúrulega inn á feminisman líka. Já, heldur að Sólveig Anna fái svona verri útreið í fréttum að þjóna kona? Já, alveg klárlega. Ég held að þessi Halldór Benjamín, hún sé trúað að því hann er kall? Já, sko, ég held líka bara ef að við bara tökum Sólveig Önnu og skiptum henni út fyrir Ragnar Þór eða eitthvað, sko, það er nóg að gera það, sko, til þess að sjá fyrir sér að sko, hún fær verri útreið fyrir það sem hún segir og gerir heldur en kall. Þannig að ég held að það sé ekki spurning. Og líka annað svona sem ekki tengist kynjunum, heldur kannski svona stjettum. Það ég held að það verið í morgun eða hvort það var kannski í gær. Þá var frétt frá Íslandshótelum, það sem var einhver yfirmaður þar sem var að segja hver var í vilji starfsfólksins sem þar inni. Já. Og var reyðilega stilt á móti stéttarfélags starfsfólksins og hann var svona leiðrétt að það. Já. Og ég var að velta fyrir mér, sko, við ekki komin eitthvað, gengur það eiginlega í dag að fyrirtækjaeigandi sé talsmaður starfsmann í fjölmiðlum, eiga fjölmiðlum ekki einhvern veginn að hafa einhverja svona varnir? Það er náttúrulega mjög skrítið hvernig fjölmiðlar eru að fjalla þetta mál í raun eða þessi mál líka. Og eins líka bara, já, það er svo margt undarlegt í þessu. Af hverju er verið að spurja líka ráðherra út í... Hvernig líst á verkfall? Já, þú veist, af hverju er ekki tala við starfsfólkið? Ráðherra ætti að segja, bara herðu mér líst alveg frábærlega verkfall. Já, eiginlega flesta sem er gott í okkar samfélagi hefur verið byggt upp á harðri verkfallum og mér finnst það bara healthy að sé verkfall. Já, það er bara... rosalega skrítin stemning í samfélaginu núna og hvernig í fjölmiðlunum, í fjölmiðlunum en ég held að þetta smitast og fjölmiðlarnir geta náttúrulega haft áhrif sem kannski þriðja valdið og allt það á umræðan í samfélaginu og hvernig
og fólk fyrir að trúa því að hlutni séu svona hinsegin ef að þeir lesa nægilega mikið það í fjölmiðlum. Þannig að Við þurfum kannski senda því í heitabotinn til þess að kanna já, kannski. Ég tuða mikið yfir því að að sko, það er allir fjölmiðlar að fjalla kjaradeilu, en engin fjölmiðl nema Samstöðin fjallar kjör fólksins sem er í vill fá bætt kjör. Ég hef ekki séð neina tilraun til þess að greina það með nokkrum hætti hver staða þessa fólksins. Og ég gerði núna í dag í Samstöðinni, ég veit ekki hvað að við séð það, þá var ég með svona greiningu á stöðu eigenda Íslandshótela sem er verkefni að fara fram. Sá það einmitt. Ég meina þess að fann mynd á honum til þess að hafa þetta með, ég veit ekki hvort að Laufey getur fundið hana. Ólafur D. Torfason. Sko málið er að það er einn maður sem á rétt hann. Það er Ólafur. Hefur séð hann maður? Nei. Já, þetta er nefnilega Ólafur D. Torfason. Hann á rétt nefnilega 74% í Íslandshótelum. Einmitt. Og þetta eru Grand Hotel og einhver þetta eru 17 hóteleldi út allt sko. Já. Og það er nýja hóteli við Lækjargötu og eitthvað fleira. Já, alls konar. Og þetta er merkileg saga þessa manns. Hann er sonur kaupmanns. Já. Torfason sem að rak Þingholt og er ekki á Grundastíg. Já. Og Ólafur keypti búðina af föður sínum, ég held að hann hafi verið innan við 20, það hafi verið 19 ára þegar hann keypti búðina. Já. Því þá var Torfi að fara að vinna í svona félagi smákaup, eða svona, ég veit ekki hvað það var kallað, smákaupmenn. Það voru þeir sem voru að reka hverfisverslanirnar. Því að þá var að verða til svona bylgja stórmarkaða. Þetta er alveg, þannig er Hagkaup komið í skeifuna og stórmarkaðnir eru svona farnir að veikja stöðu hverfisverslanirnar. Þannig að pappas voru að vinna í það og vinna í því og Ólafur keypti búðina og rak hana, stækkaði hana og afgreiddi sjálfur, kannski einhverju sem að voru í bygguðarni í hverfinu eða voru í MR á svona 8. áratugnum ég geta munað eftir honum sem ungu manni að afgreiða í slopp. Hann svo þróast þetta sem pappas var að gera, sem var að vera í svona bandalagi smákaupmanna, það er ekki alveg rétt orðið sko, smákaupmann, en svona smá verslana, kaupmanna í smáverslunum. Að þeir vildu finna leið til þess að svara stórmörkunum sem að höfðu innkaupa getu, þannig gáttu að lækka verðið, þannig þeir vildu búa til svona innkaupasamband og það þróaðist yfir í það að þá vildu þeir svona opna innkaupasamband, því kaupgarður, þar sem að það var svona lager verslanina og þar sem að þú sem neitaði gast komið og keypt á sama verð og kaupmennirnir. Og þetta er fyrirmyndir að þessu víðum heim. Þetta er eins og Costco á að vera ekki? Svona sömulegri, Costco er eiginlega og hafa verið. Og þá vantaði mann til að reka kaupgarð og þá réð Torfi son sinn, Ólaf, og hann fór í að reka kaupgarð. En hann gerði þá kröfu, hann vildi ekki vera að reka eitthvað, hann hefði aldrei unnið, hann hefði bara unnið mjög skamma stund hjá pappa sínum þegar hann var innan við fermingu, svo keypti búðina af pappa sínum, þannig að hann vildi bara vinna hjá sjálfum sér, þannig að hann gerði þá kröfu, hann ætti kaupgarð, svona stór leiti, ég held að þeir feðgar hafa átt 70% og svo hafi hitt verið í eigu þessa svona bandalags smákaupmannana. Og þá fóru hann að reka svona stærri verslanir og svo keyptu þeir, komuðu inn í það að þeirra var verið endurskipuleggja miðbæinn í Garðabæ. Þá er það er svona verslunarmiðstöð þannig við hliðina á blokkonum, ekki það sem að Hagkaup er niðri við Hafnarfjarðarveginn. Þetta er aðeins innar, ég veit ekki hvað þau komið að inn, maður labbar svona inn í svona verslunarmiðstöð og þar inni er stórmarkaður, eða var, ég held að það sé búið að loka, sem er Garðakaup. Já, einmitt. Já, og þeir feðgar... Þú ert ekki að tala um Garðatorg? Já, þetta er í Garðatorgi, og þeir, til þess að geta gert þetta, að þá keypti eða gekk Ólafur inn í byggingafélagið sem að byggði Garðatorg og blokkirnar þeim kring, þannig að það var orðin stórtækur í byggingabransanum. Og hann rak Garðatorg okkur tíma, svo selda það og seldi líka kaupgarð. Og hann var komin út í svona verktakabransa og átti Kólar Slaðbæ. Kaupgarður, var það ekki Kópavoginum? Jú. Já, upp í Engihjalla. Já, ég ólst upp hann. Já, hann rak þetta. Og komið svo bara á legg. Já. Og hann átti Hlaðbær Kólars, minnum að heitir, með sem var í malbyggunarbransa. Þetta er eitthvað, þetta er bara farið. Ok.
En hann er ekki að það komin í hótelbransan, nei, þannig hann heldur áfram og hann hætti í skóla af því að hann leiddist í skóla, leiddist að heyra í skólabjöllunni hringinn og vildi bara vinna í búðinni á babba og kaupa hann og svo. Þannig að á þessu tíma þá ákvað hann að fara í stúdentinn og hættir svona fyrirtækjarekstri og fer bara í menntaskóla, 35 ára gamall og tekur stúdentinn. Og er sagt hann hafi dugsað, ég veit ekkit, ég sá það bara haft þetta dóttir hans, það getur svona skólast til í fjölskyldusögum, en ekki, ég ætla ekki alhafum það getur gerst. Já. En síðan er hann í þessu byggingafélagi og það kaupir þetta er eiginlega upp að svona þéttingur Reykjavíkur, það er Ölgerðarreiturinn við Rauðarárstíg. Þau kaupa það og byggja þar upp marga blokkir og veitingastað og svona þjónustukjarna. Og einhvern veginn gengur þetta illa, þannig að endanum þá sér Ólafur eiginlega þetta og þar verður til Hótel Reykjavík og þá fer hann inn í hótelbransan. Og síðan sem er alltaf búið að vinda upp á sig. Já, þegar Holiday Inn gefst upp, sem að byggði húsið þar sem að Grand Hotel er núna, gafst upp að þá, og stóð autt í einhver tíma, ég held að það autt í hálft ár eða 9 mánuði, að þá kemur hann inn og kaupir hlut ásamt öðrum og svo eignast það að fullu. En hann rekur Grand Hotel sem að síðan eftir hrun verður svona liðurinn í því að byggja upp Íslands hótelakeðjuna til þess að fá peninga til þess að gera það að þá 2015 þegar svona túrismin er komin í gang og að þá koma lífeyrissjóðnir inn með 3,8 milljarða á núvirði sem nýtt hlutafé sem er notað til þess að bara byggja fleiri hótel og byggja fleiri hótel. Já, akkurat. Og ég tók nú saman hver ávinningur mannsins hafi verið af þessu. Já, það er einhverjar svakalar argræðslur eða ekki? Já. Ekki einhverjar svakalar argræðslur sem hann hefur greitt sér? Já, ekkert svo mikið argræðslum. Mest af þessu er hækkun eiginfjár. Þannig að hann hefur ekki tekið peningana út en nógu mikið. Hann hefur tekið sem að nemur á síðustu 10 árum held ég svona 7,3 milljónir í arð sem að hann hefur fengið. Eða fyrirtækið, það er ODT ráðgjöf sem á í Íslandshótelum sem er hann á 98% í. Þannig ég veit ekki hvort hann hefði tekið peningana út úr ODT ráðgjöf en svona það er verið greitt svona 7,3 milljarða til hans eða fyrirtækja hans vegum á mánuði síðan til 10 ár en svo hefur það líka aukist gríðarlega eigið fé í fyrirtækinu og þegar lífeyrissjóðnir kom inn í þetta félag að þá var gert svona samkomulag að svona 2022-2023 að þá myndu þetta vera sett á markað og það er til þess að lífeyrissjóðir getur losnað út úr þessu aftur og fengið skráðar eignir af því að það er svona takmark fyrir hvað lífeyrissjóðir eiga óskráðum eignum. Þannig að markmið er að setja þetta á markað og þá mun hann innleysa ef þetta væri bara á eigin fénu að þá hefur hann hagnast 17 milljarða á 10 árum eða 1,7 milljarða á ári. Hann er með 360 manns í vinnu og á árinu 2021, það er nýjasti ársreikningurinn, að þá borgaði hann 2,5 milljarða rúman og það er ekki nema 500 og hvað það er 82.000 krónur á meðalun. Þá í árið 2021 voru meðalun landinu 823.000. Þannig að borga vel undir 29% undir meðalunum og inn í meðalununum, þetta er ekki bara herbyggisternumnar sem er á þessu launum, heldur er forstjórinn hana og hótelstjórarnir allir á 17 hótelum. Þarna er fjármálastjórinn og forstjóragangurinn og alls konar stjórnunarteymi og svoleiðis. Þannig að fólk í Eflingu sem er að vinna hjá þeim er að miklu lægri launum með þetta. En þó svo maður tæki bara þetta að þá eru meðallaunin sem eru borguð þarna, sem eru 29% lægri heldur meðallaun á landinu, þau duga alla fyrir framfærslu. Þannig og þá verður að muna inn í tölunni forstjórinn og allir hans félagar. Þannig að þá liftast þeir upp og þá ýtist eitt niður. Nákvæmlega. Þannig að hann hefur, þrátt fyrir að hafa hag upp á 1,7 milljarða ári út úr þessu rekstri, að þá er hann að borga fólki laun sem að duga ekki fyrir framfærslu. Nákvæmlega. Og þetta er náttúrulega deila. Þetta snýst deilan, já. Hvort að einn kall eigi að fá 1,7 milljarða og allir hinir bara sult og seiru
Getum við haft þetta öðruvísi? Akkurat, einmitt. En það er eins og, það er ítrekka reynd að snúa út úr því að þetta fjalli þetta. Þetta bara á að í þykjustunni að fjalli eitthvað allt annað. Bara eitthvað botlaus frekja inn í Sólveigu. Já, einmitt. Það er stundum sagt. Já, einmitt. Þetta er mjög, eiginlega bara, það er bara gríðarlega mikilvægt að einhvern veginn það náist ekki að snúa þessu einhvern veginn alfarið í þess áttina. Mér saknaði þess að heyra fleiri raddir standa upp fyrir verkalýðsbaráttunni í Eflingu. Já, ég myndi helst vilja að fólk myndi ræða kjara deiluna sjálfa. Já, fólk er ekki að gera það. Auðvitað finnst mér að fólk er að standa upp og standa og ekki láta bjóða sér það að fjölmiðlar og ráða fólk sé að hella sér yfir Sólveigu og styðja Sólveigu. Já, en það sem ég er að meina með því er í rauninni að það sé verið að benda á raunverulega hvað er verið að tala í stað þess að snúa þessu upp í svona rugl. Við höfum ekki að tala um fólk. Nei. Það er að veikasta. Málefnið. Síðan er að tala um atburði og atvik sem er aðeins skárra en ekki náttúrulega gott. Þess að við höfum að tala um hvað er að gerast, greiningar. Nákvæmlega. Ég ólst upp í blaðamennsku, með það var eiginlega megin hlutur okkar. Að það að segja fréttir var að segja frá einhverju sem er að gerast, sem að getur skýrt hvað er að gerast í þínu lífi. Hvað er í gangi. Já. Ekki bara að segja að einhver hafi verið hissað, einhver fundur hafi verið stuttur. Mér finnst stundum eins og, hvað er ekki, Andrés Jónsson, Pérmaður og Friðjón Friðjónsson og fleiri, að þeir sem er alltaf að tala um hvernig leita hann út, hvernig komum þetta út hjá honum, eins og það skiptir ykkur máli. Það fréttir meira og minna búin að byrja að vera á því plani. Það er á því plani, var þetta Eflingur núna, hvernig þau eru klætt í og eitthvað svona, eins og, þú veist. Þau með alveg hafa sína taktík, það skiptir einhver máli. Okkur er ekki verið að fjalla efnið. Það er líka eitt í þessu. Þú hefur raunverulega ekki rétt á að tala hvernig láglauna fólk er klætt. Nei, nefnir, það er annað. Þú átt bara, þú í þínu Mary Mekko dressi, átt bara halda kjafti. Já, algjörlega. Þú veist, þú er ekki græna grunn hvað það snýst. Nei, nefnir. Nákvæmlega. Kannski snerst þetta það að ég vil ekki verið í samninganefndina því að það eru sjónvarpsmyndavélar og ég vil ekki alltaf sem vera að birta myndaði hvernig ég er klætt. Nákvæmlega. Ég er bara ekki dress í það að vera í sjónvarpinu. Þá skulum við bara hafa, mætum öll bara í uniformi. Já, einmitt. Þú veist, það getur verið ástæðan. Já. En fólk er ekki að velta fyrir því. Það eru að segja ykkur svona tískulokkur. Já, nákvæmlega. Ertu með fleiri fréttir? Já, það er fréttin á Vísi í dag sem er viðtal við veitingamanni í Vestmannaeyjum sem talar að það sé nánast ómögulegt að reka veitingastað við núverandi aðstæður. Og hann er að tala fyrst og fremst hráefniskostnaðinn. Já, hann nefnir það undan laununum. Hann nefnir það undan laununum. Þannig að já, og hann er að tala að það þurfi að skapa aðstæður fyrir svona meðalstóru lítil fyrirtæki til þess að geta rekið sig. Þannig að þú varst nú einhvern tíðan búin að skoða, var það ekki rekstur á veitingastöðum fyrir 2-3 árum svona litlum veitingastöðum? Já, ég ert ekki að vísa í það þegar ég var að segja svona 40 sæta veitingastöðir, það verður ekki hægt að reka þetta nema svona sem fjölskyldufyrirtæki. Það sem ert til að nýðast á börnunum þinn og maður láta það vaska upp. Láta alla vinna það. Það er eins og þingolt, eins og sagan á baku þingolt ég var að segja aðan. Já, ég var eitthvað og líka það að ef þú ætlar að hafa þetta svo opið alla daga vikunar, bæði í hádeginu og kvöldin, að þá ættu komið 3 skiptar vaktir og 40 sæti á veitingastað bara standið ekki undir því. Það bara verður svo dýr maturinn að það er ekkert sem að þannig að mér finnst alls konar svona algengar í útlöndum eins og fólk þekkir að það er bara lokað á sunnundum og mánundum og það er bara vegna þess að það er bara keyrt á einni vakt og það er bara ódýrara. Það er svo rosalega dýrt að svissa öllum yfir á 2 vaktir. Já. Þá þú komið með 2 kokka í vinnu og 2 sett. En hann er... Það sem ég veist eins og er að það hefur verið talað með í Bandaríkjunum eftir COVID, að þá hefur gengið illa í veitingabransanum að manna. Já. Og það er vegna þess að
fólki sem var á lágum launum fyrir hrun hefur ekki vilja hverfa til þess aftur. Einmitt. Kannski er Fyrir COVID. Fyrir COVID. Já. Kannski er þetta hluti af vandamálunum að til þess að halda þessu veitingastöðum gangandi þá verður bara að hækka verðið. Já, einmitt. Og kannski var verðið bara of lágt að það var ekki hægt að halda uppi nema að fólki sem var að vaska upp eða þrífa var að skýta launum. Einmitt. Það er mjög líklegt sko að það hafi verið þannig en svo er samt líka náttúrulega gríðaleg bara verðbólgan náttúrulega bara matakostnaður náttúrulega alveg rokið upp núna. Já. Þannig að það er náttúrulega líka staðreynd. Og ég skjóti nefnir frétt sem að var frá því í gær eiginlega sem að því að það datt niður útsettingin hjá okkur í gær vegna þess að það voru okkur menn að byggja hús á Heklureitnum svo kallega og þeir klipptu sundur ljósleiðara en það var könnun maskínu sem er reynda frá því í nóvember sem birtist í gær afstæða fólks til borgarfulltrúana. Það var ég verið með kort af því það sem að Sanna Magdalena var efst fyrir ofan borgarstjórann. Þetta eru erfiðar kannanir svolítið að því þú fær bara nefna einn. Já. Þetta er svolítið gert við ráðherrana og eitthvað svolítið. Þetta er alltaf að spyrja hverju vill þessi forsætisráður og borgarstjóri eða bara hafa einn kost. Já. En þeir eru spurt hvaða fulltrúi finnst þér að hafa staðið sér best. Já. En þetta er svolítið sérstætt að sósíalistarnir séu efstir. Já. Tilvonandi borgarstjóri í 5. sæti. Akkúrat. Með 8,5%. Einmitt. Já. Þetta einmitt. Og ekki er þetta vegna þess að umfjöllum fjölmiðla Sönnu Magdalenu Mörtudóttur hafi verið svona mikil. Nei. Dagur B. Eggertsson er upp alla veggi í öllum fjölmiðlum en hann mælist ekki hátt. Einmitt. En þá er spurt annaðna sem er næsta graf. Þá er spurt finnst þér meirilutin standa sér vel og það er bara 21,5%. Borgarstjórn Reykjavíkur í falli á trausti á stofnunum samfélagsins fór niður í botnin. Já, fór bara niður í viðskiptabankana eftir hrun og hefur alltaf legið hana þannig að þetta er náttúrulega rosa erfitt fyrir þetta fólk að ætla að reka einhverja pólitíku í þessu magnaða vantrausti sem er í kringum pólitíkin í borginni og þú sér að minnihluti fær ennþá verri útkomu þó að Sanna sé úr minnihlutunum og vinsælust. Það var líka spurt flokkana, ég veit ekki hvort að við séum að grafa því líka. Það var þetta svo ljótt grafi hjá þeim að það er til skammar að sýna það. Þarna er tíðindin að fylgi Framsóknar í Reykjavíkur hrunið. Og fengu 8,7% í kosningunum en eru komin í 8,2%. Og nú á hann samt er það ekki þeirra fulltrú að taka við sem borgarstjóri. Já. Og þá sérðu þarna fjólubláðsúluna að Píratar bæta mest við sig. Þannig að miðjufylgið hefur farið frá Framsókn yfir á Pírata og að einhverju leyti yfir á samfélíkuna. VG er ennþá í einhverju eyðimerkurgöngu myndi ekki ná inn fulltrúa. Og breytingin er svo að Framsókn myndi missa 2, VG 1, Pírata fá 2 og samfélkingin 1. Af þessu sem að núverandi meirihluta. Nei, sem að hreyfist til. Þannig að meirihlutin bætir sig sem er kannski í takt við grafi sem við sýtum hann á þannig að fólk telur þó að telji meirihlutar standa sig fái til hann standa sig vel að þá er það helmikið fleiri en telja að minnihlutar standa sig vel. Einmitt. Þannig að valkosturinn á móti meirihlutanum er ekki skýr. Nei, einmitt. Ég er ennþá föst í því þegar ég hugsa meirihlutan í borginni þá sé ég fyrir mér braggan hana og stráin. Puntstráin. Það er eitthvað svona bara mynd sem er svona greift inn í hugamanns einhvern veginn ennþá. Ég held að þetta sé eitthvað svona úr áramótasköpunu frá því fyrir einhverjum árum sko. Fólki sem getur ekki móka götunar flutt inn puntstráin. Ég held að þetta sé að vandi borgarinnar þessa meirihluta að hann virðist hafa mestan áhuga á málum sem einhvern veginn skipti borgarbúa minnstu. Engu máli. En sinnir ekki bara sorpbyrðu og móka götunar og þrífa götunar. Nei.
Herðu, verður ekki að flýta okkur aðeins? Herðu, Við við erum svo erum marga gesti. aðeins að setja fút í þetta. Herðu, Já. hérna, það var frétt þarna að Tyrkir koma í veg fyrir inngöngu Svía í NATO. Já, Kannski ræða það eitthvað. nei, ég er Já. bara, þetta er náttúrulega hvað svona klúbbur er þetta NATO, Þetta sko. NATO fyrir bara. Ef að Tyrkir geta meina Svíum inngöngu vegna þess að það var einhver maður sem að kveikti kóranum út á götu. Kveikt í kóranum út á götu, já. Það var ekki Þeir eru búin að vera, forsætisráðherrann sem gerði það. nei, ég sá nokkra myndir af því að þeir voru einhverju Tyrkir að kveikja í sænska fánanum á móti. Þetta er svo Já. bjánalegt. En þú veist hvað svona klúbbur er þetta? Já, þetta er náttúrulega bara fáralegt. Okkur hendar ekki bara Tyrkjum út. Já, Það gera það ekki Þeir- vegna þess að þeir eru svo hernaðarlega mikilvægir. já, Þetta eru okkar skítalar og við viljum hafa það inni. já, og þeir eru að taka við, hérna, og það kemur kannski inn á aðra frétt sem er að Danir eru hætti við móttökubúði flóttamanna í Rúanda, Nú, af því þeir alveg eins og hérna Tyrkir sem sagt fá bara greitt fyrir að taka á móti sýrlendingunum, að þá eru þeir búin að átta sig á því að Danirnir að það eru fleiri innan Evrópusambandsins sem að hafa áhuga á því að gera eitthvað svona. að taka á móti flóttamönnum. Áhuga á því að láta stoppa flóttamennina annar staðar, ekki fá það inn í löndin, þannig að semja kannski bara við eitthvað Ítalíu? ríki, ég veit það ekki, hvaða ríki er hafi í huga, sko. Þannig að þú veist, fyrst þegar ég las sko titilin á fréttinni, sko, þá hugsaði ég með mér, já, þeir eru hætti við þetta, ok, frábært. Svo þegar maður fyrir að lesa meira, já, þá eru þeir eiginlega bara að hugsa eitthvað en þá vera jafnvel. Þannig að Tyrkir taka ótrúlega mikið af flóttafólki sem Já, þeir er gera það. lokað í Tyrklandi Já, til þess að halda friði í Evrópusambandinu. ég veit það. Og það er kannski þessna sem þeir fá að mynda líka að pöngast svona. Herðu, þetta er ekki bara búið. Herðu, jú, Viltu ég skjóta okkur inn? við kannski, ég veit Ég sé ekki hann á hvort listan og með nokkuð á listanum. Já, það er hérna VG vill auðlindagjald á vindorkuna. Já, mér finnst það, hérna, hvernig verður inn þetta bara auðlindagjald af fiskuauðlindi? Fyrst, já, horfa aðeins á það. Já. OECD setur Íslandi ruslflokk varandi vernd leigjenda. Mjög merkileg frétt sem er inn á samstöðinni Samstöðinni. já, réttindi leigjenda Já. og þetta er bara svo mikilvægt réttlætismál. Já, Það skulle bara hvetja fólk til þess að fara inn á samstöðin.is og Þetta lesa bara- fréttinnar. já, Ha. þetta er sko, bara að horfa á þetta línur, þetta er bara Mm. emmett. Herðu, svo er hérna spurningum uppgjör í kjölfar HM í handbolta, viltu tala um það eitthvað? Ég veit það ekki. Mér finnst það skemmtilegt að maður heyri það svona hér og þar Já, að það er sko svona almenna niðurstaðan þetta mót einhvern veginn sem að enginn er svolítið að svona meðvirkni. já, Þetta er náttúrulega lið sem að ætlaði sér að fara langt og endaði 12. sæti. já, Að mér finnst gaman að fylgjast með þessu hvernig það kemur fram já. og svona talað um mistök þjálfarans Mhm, og svona hvernig hann spilaði út liðsheildinni, mhm, hvernig hann reynda að keyra alltaf sömu mönnum og handboltin hefði ekki breyst og hann fylgdist bara ekki með mhm. en svo einhvern veginn næri ekki umræðan svona fram að því að við viljum svo endilega standa með liðinu og landslistjálfarunum og Einmitt. þannig að það eiginlega kemst ekki á dagskrá að greina það hvað fyrir úrskeiðist því að nú Nei, nei. þeir sem hafa mikið ná á handbolta þú veist að Íslendinga verða að komast í 1 af 2 sætum sem að losna við Evrópu keppninni í janúar á næsta ári Já, því annars komast þeir ekki inn á Ólympíuleikana og það er því þá í 3. skipti held ég í röð mhm. og sem er óásættalegt fyrir þjóðaríþróttina, þetta er þjóðaríþróttina okkar Jú, jú. og það er þessi janúar sýnir það alltaf Mhm. að það er til dæmis áhorf á sjónvarpinu á leiki í handbolta Mm. eru bara áramótasköps level sko. Já, Þannig að það getur enginn efast að handbolti sé þjóðaríþrótt. nei, einmitt. En við kannski, hann er eitthvað eftir að þessu móti, kannski fáum við bara eitthvað svona handboltamann til þess að tala um þetta. Koma og útskýra Já. þetta eitthvað aðeins. Og því að stundum er gaman að hlusta á tala um handbolta, því að það snýst ekki um handbolta, það snýst um sko hverju ábyrgð þess sem að tekur að þessi stórt hlutverk, Mhm. hvað gerist þegar hann er ekki að skila sínu. Já, já. Þetta er svona, getur verið svona kennslubók í að byggja upp liðsild, að hlusta á þjálfara að tala, þá sem að hafa einsýn inn í þetta. Einmitt. Sjáum til hvað við gerum. Sjáum til. Herðu, en við ætlum að fá hingað Sonju Ír Þorbergsdóttur sem er formaður BSRB og við ætlum að tala um kjarabaráttu opinberra starfsmanna eftir augnablik.
Það eru kjaramálin, það er búið að semja við, ég held að sé talað 80% af hinum almenna markaði, eftir sitja 20% sem Efling, en síðan bíða opinberir starfsmenn og þeir eru í ýmsum félögum, en BSRB er stórt samband félaga og Sonja Ýr Þorbjörnsdóttir komin hingað. Hvað er það sem að BSRB vill fá út úr komandi samningum? Já, þannig að alltaf svona, eins og nefndir, það er búið að semja fyrir þriðjung vinnumarkaðar, þar að segja 80% á almennu vinnumarkaði og að því þar var gerðu skammtímasamningur, þá var eitthvað svona fljótt gert ljóst að ríki og sveitafélög var að stefna í sömu átt. Þá tróða þessu upp á ykkur. Já, og við höfum svona tekið ágætlega í því, þó með þeim fyrirvara að við erum búin að vera í vinnu sem heitir jöfnun launa milli markaða síðan 2016 og það væri forsenda þess að skrifa undir kjarasamninga væri að þessari vinnu myndi ljúka, hún myndi klárast, það væri ekki haldið áfram að draga lappirnar eins og hefur verið gerið síðustu ár. Það er að segja til þess að því að stjórnvöld gera ansi margt til þess að komast fram hjá því að efna þetta loforð og raunverulega til þess að auka þungarn okkar þá er sko bæði öll aðildarfélögin að BSRB búin að taka sér saman og fela BSRB samningsumboðið og svo erum við í samstarfi líka með BHM og KÍ. Þannig að við erum að funda sameiginlega með ríki og sveitafélögunum til þess að svona koma okkar áherslum vel á framfæri. Leiðrétting þýðir hækkun og hvað eru þá að tala um? Hvað þarf að hækka opinbera markaði mikið til þess að hann verði til jafns við almenna markaðin? Það var gerð greining fyrir nokkrum árum og núna er verið að bíða eftir nýjum tölum en þá var sko að meðaltali munurinn milli almenna og opinbera vinnumarkaðarins 16,8%, þar að segja, lægri laun á opinberu vinnumarkaði, en það er misjafnt eftir stéttum og það sem við sjáum líka mjög skýrt í þessum tölum er að þó að kannski stéttir sem að geta fært sig á milli markaða séu á lægri launum, það er svona enn lægri laun hjá því sem að er kallað innkeypisstéttir. Það er að segja stéttir sem eru bara með einn atvinnurekanda og geta ekkert verið að fara á milli markaðana. Þá erum við að tala um fólk eins og í heilbrigðisstéttum og menntakerfinu og félagsþjónustunni og svo framvegis. Þannig að það eru svona, já, þú veist, ef maður horfir eftir stéttunum hverjir eiga mest inni, þú veist, að þá liggur svona þunginn þar. Og hafið þið trú á því að þið fáið 6,75% hækkun sem að iðnaðarmenn og VR fengu og 10% hækkunina sem að má reikna hækkun starfsgreinasambandsins upp á pluss 16,7%. Við gerum ráð, og það er ekki komið að þeim staðin þá í viðræðunum, en við gerum ráð fyrir okkur verði boðin VR og iðnaðarmannasamningurinn. Það sem gerðist þetta í síðustu kjarasamningum að þá var aftur þetta almennu vinnumarkaðurinn hefði sett tóninn og þið bara gjörðu svo vel að taka þessu en þá var samið út frá taxtalaunum og út frá markaðslaunum og kannski fyrir fólk að skilja að taxtalaunin bara þá tekur bara laun eftir kjarasamningi en í markaðslauna þá ertu svona ofta að semja sjálfur og færð þá eitthvað umfram það en allir opinberir starfsmenn meira og minna eru á taxtalaunum og það sem þau gerðu í síðustu kjarasamningum atvinnurekendur var að þau einhvern veginn viðurkenndu ekki þessa staðreynd. Þannig að við höfum líka vonað því að verði slagur hvað þetta varðar af því að þó það sé ekki svona nákvæmlega sama módelinu núna á almenna vinnumarkaðnum þá er samt munur á milli þeirra sem eru á taxtalaunum sem eru að stóru hluta til eins og þau í starfsgreinasambandinu en svo eru þá verið að horfa til markaðslaunina þegar að vera semja 6,75 í VR-samningunum og iðnaðarmanna. Þannig að við erum að segja það er ekki hægt að heimfara þetta módel upp á okkur þegar fólk hefur ekki þetta svigrúm til að semja launin sín. Þið myndu vilja fá prósentuhækkunina sem að má reikna á lægri taxta starfsgreinasambandsins upp eftir línunni út af með þessu rökum. Já, þú veist, og það er auðvitað aðalatrið að horfa til þess að við sem að tryggja kaupmátt okkar fólks. Síðasta launahækkunni á þeim var út af hávaxtaraukanum í apríl og síðasta ári og við erum núna í ástandu þar sem uppsöfnu verðbólga er 10%. Þú veist, þannig að það þarf einhvern veginn að vera lágmarksviðmiðið. Þannig að 6,75% ganga ekki. Það er oflítið. Þið þurfum allavega upp í 10% til þess að tryggja tryggingu launana og þá er það sem þú byrjar á að tala sem er leiðrétting á milli markaða út af borðinu. Svo er þetta eru 2 aðskilin verkefni en við gerum ráð fyrir að atvinnurekendur auðvitað vilji blanda þessu saman. Þú veist, ef að þau telja sig vera að gera vel í jöfnu launa þá er það að hafa áhrif á kröfur okkar varðandi hitt. En það er ekki það við höfum svo sem alveg sagt, við erum til í að horfa á þetta módel sem var samið almenna vinnumarkaðinn. Það þarf að aðlaga opinberu vinnumarkaði vegna þessa út af þessum mun sem ég var að nefna, að fólk er á taxtalaunum.
En það verður ólíklega gert í skammtímasamningi, eða ekki? Bara við spyrjum að leikslokum. Já, en ekki þegar að starfsmennasambandið samdi að þá var sagt að Vilhjálmur Birgisson sagði að ég verði að fara með hækkaninnar allar, fá þær strax og fara með það til fólksins því að það verður að fá þær til þess að mæta kaupmáttaskerðingu verðbólgunnar núna. Er ekki sami þrýstingur á ykkur að skila bara þeirri hækkun sem að þið getið fengið strax og fara svo strax að undirbúa langtíma samning sem að tæki gildi þá að ári? Jú, þetta er auðvitað ótrúlega langur tími, eins og ég nefndi, síðustu launahækkanir voru í apríl og það var hagvextaraukin, þannig að það var nú kannski ekki svona mikil búbót á þeim tíma, en þó eitthvað. Þið fengu hann? Já, af því það var samið það sambarlegt og opinberu vinnumarkaði. En það sem við finnum auðvitað líka núna er að atvinnurekendur að nýta sér þetta sér í hag. Það er að segja að við auðvitað teljum brýnt að við semjum hratt og vel til þess að launahækkanirnar skili sér til fólks af því að það næri ekki endum saman og á ekki fyrir nauðsynja vörum. En mér finnst það, já, ég veit ekki hvað orðið á að nota, en svona... Þetta er alltaf klemma sem að fyrirtækjaeigendur hafa sett verkalýðsfélögin í. Já, sem er samt ótrúlegt en maður horfir til þess að hverju erum vel að búa til verðmætin innan þessara stofnana eða fyrirtækja og svo framvegis. Þú getur ekki fara að nota það sem eitthvað svona útspil í leik, þú veist, eins og þetta sé eitthvað slönguspil eða eitthvað álíka. Þetta er fólk og þetta er lífsviðurvæðir þeirra og fjölskyldna þeirra. Þannig að þú veist, mér finnst þessi gamli bragur oft á kjarasamningsviðræðum það sem er eitthvað svona tóg eins og við séum svona frekir krakkar í sandkassanum, launafólksmegin og atvinnurekendur séu ósannlega ábyrgir. Þú veist, það þarf að snúast við þessu umræðu. Halldór Benjamín mætir í fréttir og segist vera að gæta hagsmunum samfélagsins. Já, hann tekur sér ofta stöðu að svona tala fyrir hönd launafólks. Það hefur fylgt honum. En líklegast, ef ég maður ráði í þetta, er að þið semjið eitthvað svona sirka á nótum iðnaðarmanna og afferð og gegn einhverju loforði að strax verði hafin vinna við lengri samninga. Þannig að þið farið starfsgreina sambandsvegin, ekki veg eflingar. Það hefur ekki verið krafan í okkar fólki. Það hefur verið svona krafan þá, en svo eru þetta verið svolítið að sjá hvað gerist á almennum vinnumarkaði. Það eru svona býsna mikið launadreifing innan BSRB, við erum fólk á allra lægstu laununum og stóra hópa þar, en svo er líka meðaltekjuhóparnir ágætlega stórir, mjög fáir sem eru í einhverjum hærri svona launaflokkum. Þannig að við erum náttúrulega líka reyna að ná utan um breiddina og þess vegna er þessi krafa að tryggja kaupmáttin hjá fólki. Það hins vegar að því að stundum hefur verið rifist það hvort að svigrúmi sé verið að færa svigrúmi, en það er náttúrulega líka mismundi kostnaðamat á milli kjarasamninga, annars er SGS-samningsins eða síðan VR og iðnaðarmanna. Þannig að það er líka eitthvað sem þarf að horfa til. Hvernig líst þér á kjarabaráttu Eflingar? Við fjöllum svolítið hana mikið á við Rauðaborðið. Fylgjum spennt með? Já, ég var einmitt að hlusta á okkur áðan og ég er sammála því að mér finnst að spjótin er að beinast núna að atvinnurekendum og það er að ræða það betur og auðvitað gerist það síðan líka í framhaldinu. Þetta er kannski svona típist moment í kjarabaráttunni þegar það er verið að skipuleggja verkfallsaðgerðir að þá kannski fer meira fyrir atvinnurekendum og svo þegar atkvæðagreiðslunni er lokið að þá svona nær aftur verkalýðshreyfingin undir tökunum í umræðinni. En eins og því var að nefna á það, mér finnst þetta er eiginlega ótrúlega orðræða af því að við erum að ræða fólk og hvort það ná endum saman og við vitum það bara út frá rannsóknum að það er þriðjungur heimila sem erfitt með að ná endum saman og 52% einstæðra foreldra og svo er alltaf þessi krafa hvað ætlum við að gera til þess að tryggja bara lífskeiði fólks hér á landi og það er einhvern veginn hefur hallað svolítið þessu umræða í þá áttina eins og það er allavega ekki hægt að líkja saman hagsmunum fólks og einstaklinga sem er bara að draga fram lífið eða fyrirtækja sem hefur allt önnur úrræði til þess að bregðast við og fyrir utan alltaf eins og þeir nefndu hagnaðinn og eru þá líka að fá tjóni bætt. Mér finnst líka að verið svolítið fyrirferða mikið í umræðinni og margir tekið því bara sem sjálfgefnum hlut að þessa hótar því að þau fá ekki afturvirknina á launahækkunum. Það er ekkert, það er samningsatriði. Það verður, ég meina Efling hefur sagt það mjög skýrt að þau mun ekki ganga frá kjarasamningunum að þetta sé liður í því og þetta er mjög algeng hótun og það gleymast svolítið umræðinni og síðan ég vil bara
sem innihaldslaus og stenst ekki. Já, það er svona reynslan sýnir það. Þeim sem látið hanga í loftinu eins og sé eitthvað, þó að kannski allir ætti að vita, svo ekki. Já, og því miður, þá einkennir það náttúrulega oft kjarasamningsviðræður að það eru, hótanir og kannski að báða bóa, en það er ekki, það er svo mikill aðstöðumunur að það er í lagi að kýla upp fyrir sig en ekki niður fyrir sig. Já, það mætti fjalla meira kjör láglaunafólks og líka bara kannski kostnað samfélagsins af því sem að fólk fer fyrir á örorku vegna það er bara slitið af því að vinna marga vinnur því að fólki náttúrulega situr upp í þá stöðu að full vinna dugar ekki fyrir framfærslu. Þannig þá hefur annarkvort svelturu og svelti börniðin eða þú vinnur meira og klípur þá annarkvort á svefntímaðinum eða frítíma með fjölskyldunni og þetta hefur mikil áhrif á fólk fyrir utan náttúrulega bara afkomu kvíðin og annað slíkt. Þannig að og við sjáum það, kannanir Gallup frá hruninu 2008 að fjárhagsáhyggjur það sjöfaldar líkurnar á kulnun og svo er ný rannsókn núna líka frá Vörðu sem hefur verið að skoða stöðu launafólks og ég mitt verið að benda á það gegnum tíðina sem rímar við það sem í lífskjararannsókn Hagstofunnar, hversu margir er erfitt með að endum saman og sem munur á milli hópa, einstæðir foreldrar og fólk af erlendum uppruna og svo framvegis, að þá eru mjög sterk tengsl og það er mikill áhættu þáttur svona fjárhagsstrengingar og það segja að þú náir ekki endum saman á þunglindi og kvíða. Þannig eins og þú segir, það eru heilsufarslegar afleiðingar og þá er mitt spurningin, hver er kostnaðan því ekki bara núna heldur til langtíma? Þá er það fyrirtæki sem eru að varpa þessum byrðum bara yfir á samfélagið sem að verða til út af lágum launum sem fyrirtæki borga til þess að maður geti alltaf fram til þess að geta borgað eigandi sínum meiri arð. Og þá velti ég aðeins fyrir mér eins og núna bara í þessari kjarabaráttu sem er í gangi. Þetta var framlag stjórnvalda til kjarasamningar sem hafa verið gerðir og þau tala væntanlega þannig að það sé bara inn í almenna vinnumarkaða. Eru þetta tillögur varðandi húsnæðismál og sömuleiðis breytingar á barnabótakerfinu. En eins og núna, þegar ég meina í síðustu kjarasamningum að þá voru skattbreytingar og það var svona meira sem var gripið til og kannski eðlilega í ljósi þess að var lengri samningur sem var undir. En ef að fólk myndi vilja leggja allt á sig til þess að leysa þessa deilu, þá er líka hægt að horfa til þess hvað stjórnvöld getur gert til þess að létta fólki byrðarnar. Og þá myndum við kannski líka ná þessu jafnræði sem hefur verið svolítið deila höfuðborgarsvæðið versus landsbyggðin. Er þetta ekki ástæða fyrir því hvað niðurstaðan að við skildum enda í skammtímasamningum, hvað það er eiginlega sorglegt? Því að ef það væri sameinuð verkefnishreyfing að fara kannski að semja til lengri tíma, þá er hægt að leggja þetta allt á borðið, skattkerfið, bótakerfin og einhverja svona aðgerðir raunverulega til þess að bæta kjör fólks með öðrum hætti heldur en að hækka bara laun. Jú, að sjálfsögðu og ég meina það hefur alltaf áhrif á niðurstöðu kjarasamninga þegar hreyfingin er sundruð. Það er bara því miður þannig. Þannig að kannski, ef við tökum svona bjartsýnina að leiðarljósi, þá getur mögulega þessi niðurstöða letti þess að fólk þjappir sér betur saman. Við getum bara vonað eftir því, vonast eftir því. Herðu, ég ætla að fá hana Steinunni Þorvaldsdóttur sem er formaður læknafélagsins eftir. Þar er endalaus varnarbarátta heilbrigðiskerfið og ég get líka fengið formann kennarasambandsins og það verður það sama, það er endalaus varnarbarátta fyrir þessi stóru kerfi okkar. Hver er afstaða BSRB gagnvart sveltistefnu stjórnvalda sem að hægt og bítandi eða hefur haldið þessum stóru kerfum okkar svo lengi niðri og kjöru starfsfólksins vinnur þar, en líka svo lengi niðri að kannski kerfin er mikið byrjað að láta á sjá og geta þeirra til þess að bregðast við og búa til eitthvað nýtt er alltaf að vera minna og minni og svo er óendanlega sorglegt að hlusta á fólk sem að hefur mentað sig til að starfa í þessum kerfum en er að gefast upp vegna þess að því er eiginlega meinað að sinna vinnu sinni bara með sóma. Við höfum verið mikill í varnarbaráttu, kannski sérstaklega fyrir heilbrigðiskerfið, af því að við sjáum mikla áhættu af því að það sé verið að horfa til aukinnar einkavæðingar eins og hefur verið gerast á undanförnum árum og við fengið til landsins erlenda sérfræðinga í samstarfi við ASÍ að þegar við erum að benda á að fordæmin úr öðrum löndum sýna að
þetta auðvitað bara hólar undan kerfinu og svo auðvitað hitt að það búið að vera fjársvelti frá því fyrir hrun. Þetta ekki einu sinni bara hrun tengt. Heldur þetta búið að vera í áratugi og þá kannski ekki skrítið að þessi komin upp svo stað að einhverju trúi því að það geti jafnvel borgað sig að einkavæða þá verið þjónustan betri en það gleymist oft í þeirri umræði að það er alltaf því opinbera sem greiðir, þú veist, þó að þjónustan sé einkavædd og þá spurning, hvernig ætlum við að tryggja sem best að stjórnvöld hafi sko yfirsýnina, yfir kerfin, hvernig við erum að veita sem besta þjónustu og hafi líka eftirfylgnina af því þetta raunverulega þríþætt, þú veist, það auðvitað að tryggja lýðheilsuna sem ábyrgð stjórnvalda og maður átti að segja alveg á hvernig myndi fara ef við værum einhvern veginn bara með einkavæðinguna undir og sömuleiðis auðvitað að gera það besta fyrir fólk í þjónustunni, heilbrigðisþjónustunni og svo það eftirfylgnin. Og þá spurningin sko tókst þetta á milli þessara ólíku markmiða og svo auðvitað hefur við gert svona býsna margt til þess að vekja athygli á áhrifum fjársveltisins en skýrasta dæmi sem blasir náttúrulega núna bara við að það ekki hægt að halda uppi tiltekinni þjónustu því það fæst ekki fólk til þess að starfa þar og fólk ekki bara að benda á launin þó þessu vissilega mikilvæg og það sé yfirleitt efst á dagskrá og það auðvitað alveg ljóst með að við allar rannsóknir að það helst kvennastéttirnar, þessar stóru stéttir hjá hennu opinbera sem eru með lægri laun heldur allir aðrir á vinnumarkaða því það bara kerfisbundið vanmat á störnum þeirra en líka eins og þau nefnir þetta álag sem að leiða til kulnunar. Stærstu hóparnir sem leita til virk einmitt úr mentastéttinni, úr heilbrigðiskerfinu, fólk sem að vinna í nánum persónlegum samskiptum við annað fólk að gefa af sér og þetta hugtak hefur verið kallað ástakraftur sem að kannski ekki allir búin að temja sér. En þannig að núna, þú veist, þetta eiginlega orðið svona jafn hátt á kröfulistanum. Það verður ekki nægilegt, bara hækka launin, þó að það sé vissulega stórliður í baráttunni og við séum svona vonandi að sjá einhverja framþróun þar á næstu mánuðum. En hitt hvað ætlar að gera þess að tryggja fólki líði vel? Og eitt svona lítið atriði sem að hefur komið fram eins og hjá okkar fólki eins og sjúkraliðum sérstaklega að það orðið þannig að það náttúrulega ekkit, þú veist, fólk býður ekki einu sinni eitthvað sem sjálfsagt sem það þarf á að halda í vinnunni, af því að það bara sjálft orðið svo vant þessu fjársvelti. Og það var gert á einu vinnustað og það gjörbreytti bara því hvernig fólki leið, af því að það fekk bara þann aðbúnaði að þau tæki sem þau þurfti á staðnum og þetta auðvitað líka oft flýti fyrir þjónustun og svo framvegis. Þetta einkenni á kjarabaráttu þessara stétta úr þessum stóru kerfum. Allstaðar, Bandaríkjunum, Breitlandi, það kröfur hækkun launa, en oft bara, það meiri áherslu á því að bæta aðbúnaðinn, styrkja kerfin, hafa einhver völd og áhrif með þróun kerfana sem oft fólk inn í kerfunum upplifa að það séu teknar einhver ákvarðanir langt í burtu byggðar á einhverjum McKinsey skýrslum. Þannig að kerfið á leiðin eitthvað sem enginn skilur á hverju það að fara þangað. Þannig að þetta oft einkennir kjarabaráttuna. Þetta líka svolítið vanmat á þekkingu fólks sem eru auðvitað sérfræðingar í sínu alveg saman hvort þau sem á háskólamenntun eða ekki. Þau hafa reynslu af þessu, þau vita best hvað vantar upp á og eru þannig að hjálpa til. Og svo þetta þar fyrir utan ef við værum komin á okkur betri stað væri nýsköpunin. Þú veist, það væri hægt að finna leiðir til þess að flýta fyrir sér. En á móti kemur að líka sem hefur komið fram í rannsóknum að þú getur kulnað því að hafa ekki nægilega mikinn tíma til þess að sinna fólki og það stóra atriði að fólk upplifir sig svona almennt að það hafi ekki tíma til þess að raunverulega hlusta á fólk og fylgja því eftir og við erum líka með rannsóknir sem sýna ef að þá voru tekin dæmi lækna þeir hefði einhverju nokkrum mínútum meira með hverjum einu sjúklingi þá væri ólíklegra að viðkomandi kæmi aftur þannig að þetta sparnaður. Þannig að eins og það sparnaður að eyða. Já, svona eldri verkalýðsforkólskonur í ævisögunni þeirra finnst mér oft tala Excel-kallana og ég svolítið sammála þeim. Þú veist, þetta fólk, eins og þú segir, sem mjög langt frá, hefur ekki gengið í gegnum þessi skrif og hefur ekki þessa reynslu af að sinna daglegri starfsemi. Ég held að sé ákveðin tilhneiging í að flytja ákvarðanir sem lengst í burtu. Af því að þar ferðu svona, við getum kallað bara grimmar ákvarðanir. Það auðveldur að segja að við erum bara að hafa 15% niðurskurð á starfsaflinu. Þú veist, við verðum bara að neita, það svo auðveld að gera það út í langt í burtu. En því nær sem hún kemur að þau erfiðar að taka svona ákvarðanir. En svo líka áhugavert, ef maður skoðar bæði það sem hafa verið kannana sem hefur verið að spurja fólk
þú veist, hvað myndur telja að væri nægilegt þess og væri sátt eða sáttur við launin þín eða varðandi aðbúnað eða starfsálag og svo framvegis. Fólk ekki eins að biðja það mikið, sko. Sérst á kröfugerð Eflingar. Já. Það er fólk eiginlega, þú veist, það fer ekki upp fyrir fátæktarmörk. Nei, og það er kannski líka fyrst með stóri vandi sem stöndum frammi fyrir. Það er búið að þrengja svo að öllum sjónarmiðum velferð og velsæld, þú veist, það er meira fókus á bara hagnað og þú veist, öll þessi sem eru svona meira fyrirtækjamið að það er eins og fólk sé svona fast inn í ramma og það átti sig ekki að við þurfum á splundrónum. Við erum bara að hugsa þetta allt upp á nýtt. Ok, herðu, hún ætlar að koma hérna hún Steinunn Þórðardóttir, formaður Læknafélagsins og ég ætla að tala við hana svona niðurbrot heilbrigðiskerfisins eða einhver leyti. Má ég byrja að vera hérna áfram og taka þátt í samtalinu? Já, takk. Herðu, þá bara tökum við örstutt hlé þangað til að Steinunn kemur hérna inn í stúdíóið. Þetta er augnablik. Já, herðu, Steinunn Þórðardóttir, formaður Læknafélagsins er hingað komin, vertu velkomin. Takk fyrir. Herðu, það er búið að vera að tala, Sonja tók það nú fram, að það er hérna svona sveltistefnan og niðurbrot stóru kerfan okkar hafi byrjað löngu fyrir hrun. Akkurát, ég held að þetta hefur nú reynda fengið byrundi báða vangi í hruninu og síst batnað en alveg hárrétt að við erum að sjá merki allavegna fram til hvað síðustu aldamóta. Já. Og það var margt sem breytist til hins verra þegar að stóru sjúkrahúsin sameinuðust á höfuðborgarsvæðinu sem að, ég meina það voru rök svo sem með á móti því á þeim tíma en það fækkaði sjúkrarúmum strax sko töluvert við þessa sameiningu og eins verðist hún bara í raun hafa misheppnast, það er í raun bara eitt stórt bákn þarna á höfuðborgarsvæðinu sem að okkar mati hefur held ég dálítið dregið úr hvað maður segir þeirri tilfinningu stofnunarinnar að hún þurfa að gera vel við sitt starfsfólk vegna þess að maður heyri svolítið, ég meina hvert annað ætlið eiginlega að fara, hvar annars það er ætlið að vinna, mörg okkar erum algjörlega háði að vinna á sjúkrahúsi þannig að þetta er okkur eini vinnuveitandi og ég held að það hafi í rauninni verið, hvað maður að segja, ákveðin mistök að vera, já, ég held hún hafa marganátt ekki heppnast eins og menn vonuðist til. Það hefur líklega verið væntingar það sem að stundu kallað samlegðaráhrif sem að einhver sagði við mig að það er aldrei að tala samlegðaráhrif, það er ekki séðu sko. Nei, af því að þau ganga yfirleitt aldrei eftir sko. Nei, þetta er nefnilega við mistum þarna í rauninni ef við horfum á Landsspítalan eða Ríkisspítalan og Borgarspítalan annars vegar, það var bara virkur slagur þarna á milli hæft starfsfólk, þessi vinnustæðar voru að reyna að gera sem allra best, eins og ég segi, við sitt fólk til þess að
verða ofan á í samkeppni um að veita sem besta þjónustu og þessi hvati alveg farin og ég vil alls ekki gera lítið úr þeim sem eru að vinna innan veggja Landspítalans að reyna að gera þetta vel en þeir eru ekki í öfundsverðri stöðu. Það er ekki bara þessi skortur á samkeppni, það eru þetta eins og þið hefur nú þegar komið inn á sveltistefna gagnvart heilbrigðiskerfinu sem að ættu bara að vera öllum ljós og við ættum öll bara viðurkenna og horfast í augu við. Og það er mjög þreytandi að við komumst aldrei neitt lengri í umræðinu þetta heldur bara hvort þetta sé svona eða ekki. Þú segir við, þegar það verður gerða kannanir afstöðu almennings. Já. Almenningur horfist í augu við þetta? Algjörlega og við finnum ofboðslegan meðbyr með okkar málstað meðal almennings sem ég er gríðarlega þakklátt fyrir. En það eru ákveðna raddir í samfélaginu og í opinberu umræðu sem að yfirleitt slá á puttana á okkur og segja bara þetta er rangt. En það kom aldrei neina tölur og það kom aldrei neina staðrendir. Heldur þetta er full fjármagnað, fólk kann ekki að lesa fjárlög, við erum að misskilja, við greinlega, eins og ég segi, hef sagt áður að það er verið að gaslýsa okkur, það er verið að láta okkur halda það sem við klikkuð að horfa þessum augum á stöðuna sem er náttúrulega alrangt og ég hef kallað eftir því lengi að menn bara viðurkenni sannleikan. Það er byrjunin, við komumst ekki langt ef að menn er alltaf bara að rífast eitthvað sem ætti að vera alveg borðleikjandi staðrend. Að kerfið er alvarlega fjársvelt og hefur verið mjög lengi. Og merkin bara hlaðast upp og þetta bara, það molnar stöðugt undan þessu ár frá ári og fólk gefst upp alveg eins og hann Eggert sem var hérna hjá þér fyrir nokkrum dögum. Sem einmitt fekk þessa setningu sem að þú vitna til frá fjármálaráðherra, Bjarna Benediktssyni, maður kynni ekki að lesa fjárlög. Og ég kalla bara eftir vandaðri umræðu þetta heldur en að hún er bara umræðu á herra plani. Menn þess að, ég meina, ég vil bara fá staðrendur á móti staðrendum, ekki ykkur upprópanir. Eða bara fullyrðingar sem að styðjast ekki við neinn rök. Eggert tók það fram að hann var ekki svona mikill fjármálamaður og alltaf fyrirvara. Svo sagði hann hérna það má vera rétt hjá Bjarna að spítalinn sé full fjármagnaður, en það er full fjármagnaður til þess að hafa hann alveg eins og hann er núna. Hann er ekki fjármagnaður til þess að geta orðið að góðum spítala, góðum vinnustað, öruggum spítala og hann sagði að heilbrigðisþjónusta er bara mjög dýr og heilbrigðisþjónusta sem að fólk er að kalla eftir er mjög dýr. Og hann svona með öllum þessu fyrirværum fjármála efni sína eða hagfræði þekkingu þá sagði hann að ég myndi ætla að það þyrfti að auka framlögin svona 40% og það er það sem við ættum að vera að tala um. Ekki hvort það sé að henda milljarði til hér eða þar. Og það er alltaf verið að tala um þessa svokölluðu sóun og að við verðum bara að taka til í okkar ranni og það sé stjórnunarvandi og svo framvegis en þetta eru líka bara upprópanir. Þannig að það hefur enginn getað sagt okkur hvað þessi sóun er. Við sjáum hann ekki sem erum þarna á gólfinu alla daga í þessum raunveruleika. Ég meina vissulega eins og þú segir, það er kannski hægt að hliðra ykkur smá fjárhæðum hér og þar en skorturinn er svo miklu meiri heldur en að það dugi til og bara flott að gera að hreinsa til og fara í gegnum verkferla og sjá hvort maður geti ekki spara krónur, maður getur það alveg örugglega en þetta er risavaxið og þetta er líka bara út af þessu svelti svona lengi. Þetta er eins og bygging sem maður hefur ekki viðhaldið áratugum saman, það eru þetta gríðarlega dýrt að ætla allt í að fara að spýta í lóuna núna sem við augljóslega verðum að gera og líka eins og þú segir nútíma heilbrigðisþjónusta er gríðarlega dýr og við munum þurfa að taka mjög erfiðar ákvarðanir bara innan mjög fárra ára það hvað á að bjóðast fólki af því sem er að verða til á teikniborðinni í meðferð við krabbameinum, aðgerðum og ýmsu sem mun kosta peninga. Ætlum við að bjóða íslenskri þjóð upp á það er framfærið eða ekki. Eða hvort að heilbrigðiskerfið okkar eigi að hrörna og verða eftir þróun heilbrigðiskerfið öðrum löndum. Nákvæmlega. Mér finnst svo áhugavert líka þessu umræðum sóun. Þú veist, ef einhver myndi slá tölu á það hver kostnaðurinn er vegna veikindafjarveru eða jafnvel vinnuslýsa vegna álagsins, að þá held ég að varum, þú veist, búin að margfalda, þú var ekki eins og segja hagnaði þessi samhengi að það er auðvitað óþarfandi hugtak, en það þarf náttúrulega bara eitthvað svona stóra viðhorfsbreytingu bara varðandi almannaþjónustuna heilt yfir en sérstaklega líka eins og í umræðum með heilbrigðisþjónustuna þetta er ekki, þú veist, markmið er ekki að þetta verði arðbært eða að þetta kosti sem minnst, þetta snýst að veita úrvalsþjónustu. Já, og ég held að við endum öll á því að græða á því sem þjóð, bæði þetta þeir sem vinna í þessu kerfi en líka við öll, vegna þess að vel virt heilbrigðiskerfi sem veitir öllum
bestu mögulegu þjónustu, óháð efnahag, ég meina það náttúrulega viðheldur velsæld okkar allra og af því að þú ert að tala kulnun, veikinda fjarveru, það á við alla. Auðvitað fólki sem starfar í kerfinu en okkur öll líka. Þannig að ef að þetta kerfi á hnjánum og það ekki að sinna okkur eins og þarf, að þá finnum við öll fyrir því og við munum öll tapa á því. Og það reiknistæmi mun alltaf vera neikvætt með að við reiknistæmi ef við bara setjum það sem þarf í kerfið. Það mun alltaf koma út í plús, það engin spurning. Það mjög deilt svellistefnuna gagnvart breska heilbrigðiskerfinu NHS í dag og maður sér á umræðinu þar að hún komin svolítið í það sem að þeir að segja, hvað kostar að hafa þetta svona? Og þar fólk bæði að nefna bara byrðarnar á samfélaginu sem með því að heilbrigðisþjónustan sinni arðbæru vinnslu, starfsemi sem að lækna fólk, bjarga fólk frá því að deyja og annað slíkt. Og svo menn bara að byrja að tala hvað kostar bara í mannslífum að hafa ástandið eins og það núna. Þannig að umræðan þar finnst mér vera komin tölvöld lengra en hér. Það sem bara verið að tala það, hvað eru við að búa til, hver kostnaðurinn af því að hafa óbreytt kerfi. Einmitt. Og þau náttúrulega komin lengra en við held ég í þessari þróun við erum á nákvæmlega sömu leið og það mikil tengsl á milli lækna hérlendis og í Bretland margir sem að lærðu þar og fylgjast vel með og jafnvel með félagarn úti og segja við erum að stefna á nákvæmlega sömu slóðir og þau komin á ef við ætlum ekki að grípa inn í og svo þetta verið að brenna starfsfólki úti alveg grimt. Ég held að Theodor Skúli sem formaður félags sjúkrahúslækna hafi nú komið hingað líka eitthvað tíman. Við hittumst mikið og hann núna búin að vera að vinna 80 klukkutíma vinnuvekur undanfarið og búin að vinna í heilan mánuð í strekk og þá að tala alla daga, allar helgar, allar virka daga og svona ástandið á gjörgæsludeildunum. Við erum náttúrulega í álagi út af veirupestum og því líka slegið fram eins og það sé eðlilegt að menn séu þá undir svona álagi og spítalinn undir svona pressu. Það þurfti að opna í rauninni nýja bráðabirgða gjörgæsludeild, mörg rúm daginn af því að við erum til að mynda bara með fæst rúm í Evrópu, gjörgæslurúm per haus, bara út af því að við erum með dálítið mikið af influensu og COVID akkurat núna. Heilbrigðiskerfi sem ekki sjúkt, það á að geta ráði við veirupestur, þetta bara eitt af okkar hlutverkum, augljóslega. En við lærdómanum sem var í upphafi, þegar kórónufaraldri var komin í gang í Evrópu, var það að hugmyndunum það að reka sjúkrahús með 100% nýtingu á sjúkrarýmum svo vitlaus og ég man að ég man eftir ykkur 74% og svo 82% bara til þess að lýsa muninum sem á því að raunverulega ættu við að keyra spítalann á miklu minni nýtingu til þess að geta mætt til dæmis árlegum veirusýkingum eins og við núna. Akkurat, vegna þess að heilbrigðisþjónusta eðli sínu óútreiknanleg þannig að maður verður að hafa ykkur skekkjumörk og það talað eins og þú segir 85-90% rúmanýtingu, 90% algjörlega hámark sem svona meðaltal en við erum í 100% og erum búin að vera mörg ár núna, ég með tölur fram til aftur til 2012 og þetta bara stöðugt. Það bara háskalegur rekstur. Já. Það líka svo, maður fær svona, þú veist bara, það svo mikið áhyggju efni þegar síðan starfsfólk hjá bráðamóttökunni stígur fram og segir já, svo var slys eins og heyrum umferðarslys eða eitthvað álíka og það var alltaf hægt að taka á móti fólki. Það eðli bráðamóttökunnar, að það sé svigrúm til þess að það fari ekki alltaf á hliðina. Þetta svo sérkennileg nálgun, Og ég að heyra að það sé verið að gefa fólki gjörgæslulyf á ganginum á bráðamóttökunni, eitthvað sem þarf mjög stíft eftirlit þegar gefið, það þarf að vera helst starfsmaður yfirviðkomandi, það þarf að vera sérþekking til staðar, það er verið að færa svona starfsemi bara á ganginu á bráðamóttökunni. Við erum búin að vera með þessa, eins og hefur nú komið fram áður 40 einstaklinga innlagða á bráðamóttökuna, bara nánast að jafna þig staðaldri. Komast ekki annað. Komast ekki annað og þessi tali alltaf að stækka og við erum alltaf að horfa á þennan fjölda aukast, alveg sama hvað stjórnendur innanhús reyna að gera til þess að sporna við þessu. Og á sama tíma sagt að við séum bara væla og tala kerfið niður og vegna þess að við séum á því þá vil enginn koma að vinna þarna þetta sé bara út af okkar neikvæðni það sem við sem séum rótina þessum vanda með mönnun af því að við séum svo neikvæð gagnvart vinnustæðunum. Ennþá verið að segja það? Það ennþá verið að segja það, þetta kemur alltaf upp og maður veist hvað eigum við að gera? Vill fólk að við þegjum þetta? Vill fólk bara ekki vita af þessu? Þetta svo sérstakur málflutningur.
Mér finnst það því að ný fórusta í Læknafélaginu og fleiri félögum. Mér finnst þess að komið svona nýr tónn eins og þín kynslóð ætla ekki láta segja sér það að þegja eða tala öðruvísi. Heldur séu bara skildi ykkar að tala eins og ástandið raunverulega Já. Því það náttúrulega reyna leiðin til þess að verði breytingar. Við upplifum bara, eins og ég hef líka sagt áður, við upplifum bara að þetta sé svolítið að duga að drepast núna. Við höfum verið mjög meðverk, við viljum ekki hvort að við erum seinþreytt til vandræða, við viljum standa okkur og við teljum okkur vera sterk og með seglu og allt þetta svona bara eins og ég held að flestir vilji bara líta á sig. Þannig að við höfum verið mjög seinþreytt til vandræða, eldri kynslóðirnar hafa verið það, en við sjáum bara með áframhaldandi meðvirkni þá þetta bara búið spil. Við verðum bara líka hafa kjark til þess að leggja hana til hliðar, vegna þess að það þarf kjark til þess líka. Og ég alveg sammálaður, ég finn mikinn meðbyr innan stjórnarlæknafélagsins, við tölum öll í takt, við komum allstaðar að úr kerfinu líka, utan höfuðborgarinnar, úr heilsugæslunni, þetta allstaðar sama vandamálið. Krísurnar eru jafn slæmar allstaðar hvert sem maður lítur. En að þú segir að þið svona upplifið þetta sé að duga að drepast núna, þá hlýtur það að vera byggt á okkur tilfinningu að kerfið sé að hörna svo hratt að kannski ef það fer mikið neðar, að þá getur það falla á okkur stað og það er eiginlega ekki hægt að endurreisa það. Það það sem maður hefur áhyggjur af og einmitt, þetta er náttúrulega hluti á þessari umræðu að við eigum bara að vera að þegja vegna þess að auðvita verður atgerfisflótti af vinnustöðum og úr kerfi sem er komið á þennan stað. Og eftir því sem að hann eykst, að þá verður náttúrulega mun erfiðara fyrir þá sem eftir eru í vinnu til þess að halda þessari skútu á floti. Og á einhverjum tímapunkti þá er það þeim ofviða. Við viljum ekki komast þangað og maður hefur óttast að við séum á leiðinni þangað nefnilega. Ég hef talað við hjúkrunarfræðing og læknar sem hafa hætt á bráðadeildinni og líka fólk sem er þar. Þá upplifum maður það svo vel hvað þetta er alvarlegt. Því að á bakvið þegar fólk er að hætta þá er eiginlega svona persónulegt uppgjör gagnvart því að þú getur ekki sinnt starfinu eins og þú varst menntað til eins og þú vilt og þú hættir og aðrir sjá eftir þér hætta af því að þú ert búin að missa trú á kerfinu. Þannig að það er eins og maður sé að hlusta á bara svona niðurbrot kerfis á öllum sviðum bara svona metnaður, tilfinning og bara samstaða fólksins að það sé svona menningarlegt hrun inn í þessu kerfi. Og líka hversu mikið áttu að ganga á sjálfan þig, þú veist, að því þú ert að reyna að færa fórnir, þú veist, út frá almannaheill, en ég hef að velta að því að sjúkrarlegar það eru, samkvæmt síðustu könnun eru 50% sem hafa hugsað sér að hætta og þriðjungur bara á næstu 12 mánuðum sem þýðir að fólk er svona komið býsna nálægt ákvörðunartökunni. Mér finnst þess að það vera hærri tölurnar en hjúkrunarfræðingum og þið voru með eitthvað svipað, ekki? Við erum með svipað læknar og það eru þriðjungur sem hugsar það í hverja einustu viku að skipta starfsvettvang eða gera eitthvað allt annað. Og við erum að missa lækna bara alveg út úr fæinu bara alla leið, bara í eitthvað eins og ég segi allt annað sem er auðvitað mikið tap þegar fólk er búið að leggja þessi ári að sérmennta sig. Við þurfum á þeirra starfskröftum að halda í fæinu sem það er búið að sérmennta sig í. Þannig að missa það yfir eitthvað allt annað er auðvitað mikið tap fyrir samfélagið. En við erum að horfa upp á það líka í auknum mæli. Það var bara valla til dæmum það hérna áður fyrr að menn breyttu og hesti meira á eins og maður segir. Og eru skýrmerki að kerfið er umverulega svona hrynja, falla saman? Já, og mér fannst merkilegt ég fór hringinn í kringum landið í maí og hitti lækna bara út allt og þá sér maður það var ákveðin stórhugur í okkur gagnvart heilbrigðiskerfinu á einhverjum tímapunkti. Maður horfir á þessar flottu heilsugæslur, flottu sjúkrahús utan höfuðborgar. Þetta er náttúrulega allt orðið gamalt í dag. Það verður ekki bara kvenfölu og nunnur og alls konar mjög mikið þannig og talandi það og talandi barnaspítala Jónas frá Hriflu verði nú að skjóta inn. Barnaspítala Hringsins og Hringskonurnar. En uppbygging fjórðungssjúkrahúsanna er bara aðgerð ríkisvaldsins að byggja upp samfélag út á landi þar sem að grundvöldurinn er að þú hefur aðgengi að menntun og heilbrigðisþjónustu. Akkurat, og fólk var svo stórhuga og þetta fólk sem byggði þetta allt upp, það er orðið aldrað í dag og hvað erum við að gera fyrir það? Við hvaða veruleika býr þetta fólk sem tók þessi stóru skref? Og ég held að ég sé að fara rétt með að Barnaspítali Hringsins er síðasta svona nýbyggingin fyrir legudeildir á Íslandi. 2003, fyrir 20 árum, allt hitt er eldra. Svo erum við að horfa á allir þessu uppbyggingu. Við
Við erum að horfa á öll þessi hótel og banka. Þetta bara flýgur upp. En hvar aðstæðan fyrir okkar veikasta fólk? Og fyrir okkur þegar við þurfum mest á góðum aðbúnað að halda. Þetta allt að hrynja, þetta allt í eldgömlu húsnæði. Ég var að vinna mikið á Vífilsstöðum, ég öldrunarlæknir. Þetta næstu eins og svona eftir heimsendastemningarnir kringum Vífilsstaði, ef þið hafið komið þangað. Þetta eru gömul hús að hruni komin full af drasli, búið að negla fyrir gluggan þarna allt í kringum gamla spítalan. Það þarna skýli fyrir berklasjúklinga sem eins og það hefur orðið fyrir sprengjuárás. Þetta algjörlega vanrækt. Ég veit ekkert hvað verður núna, Landspítalinn ekki að reka þetta lengur, en þetta alveg agalegt ástand og þetta var eitthvað sem við buðum okkar elsta fólki alveg frá 2013. Þetta átti að vera bráðabirgðaúrræði til hálfs árs, en ennþá gríðarlega þörf á vegna þess að við erum ekki að byggja upp önnur úrræði. Næstu því nógu hratt. Þetta bara, þetta talar svo skýrt. Þú getur sagt alls konar hlutum að þessi til nógu peningar, en svo horfir maður í kringu sig. Maður bara horfir á raunveruleika sem blasir við mann og þetta bara fer engan veginn saman. Ég einmitt alltaf að bíða eftir því að einhver fari, bara með myndavél inn og taki, og bara slá upp þessari mynd af mismunandi húsnæði. Nútíma skrifstofuhúsnæði sem að flestir, og sérstaklega nýttu COVID til þess að einhvern veginn endurgera að uppfara og bara versus þessi kerfi öll, hvort sem það skólastofa eða heilbrigðisþjónusta eða annað. Ríkið var að kaupa 9 milljarða skrifstofuhúsnæði fyrir utanríkisráðuneytið. Já. Og hvar spítalinn okkar? Ég meina, hvenær kemur hann? Ég veit að Eggert að hluta til gafst upp á bráðamóttökunni af því að hann heyrði að það væri enn einu sinni búið að fresta því að þetta húsnæði yrði tekið í notkun. Við erum búin að halda í þessa líflínu, ég veit ekki hvað lengi, þó hún sé valla einu svona að fara að fjölga legurímunum, bara við fáum aðeins betri aðstöð og hvað þá fyrir einmitt bráðamóttökuna. En þetta bara einhver draumsýn sem við erum alltaf, hún alltaf að hlaupa undan okkur, sko. Það er líka annar þráður í þessu, eins og þú varst að nefna, ég meina hver ætlar að sjá gamla fólki, það munum þetta lenda meginstefnu til á konum í ólaunuðum störfum, þannig að þetta kjaratengdur þáttur, hvernig heilbrigðisþjónusta ætlar að bjóða upp á, hvernig ætlar að sjá eldra fólkið og börnin, og mér finnst oft eins og það vanti inn þess að heildarmyndi umræðana að því að við finnum það mjög sterkt að samtök atvinnurekenda vilja ekki hækka skatta hérna, sem auðvitað það sem þarf að gera, að breiðubökin þurfa að greiða meira til samfélagsins, þannig að það sé hægt að byggja þetta upp bara frá grunni að einhver leiti til og þá auðvitað svona minnkar þrýstingurinn og launahækkanir á móti, því þetta hefur áhrif á framfærslu fólks. Herðu, hann frammi hann Ásgeir Brynjar Torfason, hann hefur fylgst með efnahagsmálum út allan heim og að sömuleyti þessi átök á milli vilja almennings að hafa góð kerfi og traustkerfi og almenningur vill hafa þetta svona, en það einhver öfl sem á móti og þú nefnir að vilja hækka skatt og eitthvað fleira, þannig að sömuleyti þetta alþjóðlegt vandamál. Ég nefndi Bretland og svona, en það glímt við þetta ólíkt í öðrum löndum og ég má ekki bjóða honum að koma hérna með okkur og taka smá yfirferð á því. Þannig að ég segi það bara augnablik, sjáumst eftir augnablik. Það fjölgar hérna við rauðaborðið Ásgeir Brynjar Torfason, góðgestur þáttarins komin hingað. Ásgeir, þú ert að hlusta á okkur og þetta náttúrulega gömul deila á Íslandi almenningur vill traustkerfi, heilbrigðis- og menntakerfi. Stjórnvöld segjast verið að færa okkur það en gera það ekki. Við horfum upp á þau veikjast og það ekki farið rangt með. Við sjáum það bara í könnunum hvernig almenningur lýsir þessu sinni upplifun og hann þekkir alveg heilbrigðiskerfið og
og hann þekkir menntakerfið og hann þekkir þetta menntuð afstæð almennings að það að gera stóra átak til þess að laga þetta, en þetta ekki gert og þetta deila sem víðar heldur hér. Já. Hvað þessi deila? Hvað gera stjórnvöld ekki bara það sem almenningu vill? Þau eiga náttúrulega að gera það í lýðræðisþjóðfélagi en sko kannski vandinn hér sérstaklega held ég byggist á því að það mun minni skilningur hér heldur en til dæmis eins og í Skandinavíu það sem ég bjó í yfir 10 ár að þar mótmælti fólk þegar það átti að fara að skera niður eða þegar átti að fara að lækka skatta því það sagði ég vil frekar borga jafnmikla skatta og fá betri þjónustu fyrir börnin mín og leikskólanum eða betri þjónustu á öllu heimilinu þannig að manni virðist svolítið hérlendis að skilningurinn á samhengi nú í rekstri samfélagsins sé svolítið rofinn það vilja einhvern veginn allir fá allt fyrir ekkert og síðan svona hert að og það er hægt að spara heilmikið. Ég vann fyrir 20 árum upp í háskóla og fjölgaði nemendum og við minnkuðum borðin þannig að það var að koma 40-50 nemendum í 30 manna stofur en þetta er eitthvað sem þú getur ekki gert oft þú getur ekki staplað þeim eins og í tunnu og Þetta reynt að gera í leikskólunum þar verið þrengja einmitt að plássinu og við höfum rætt það hérna við rauðaborðið og það eru sláandi tölur þar sem að plássi sem að hvert barn hefur bara orðið bara fáránlegt og það eiginlega gert ráð fyrir því að starfsfólki sé undir borðanum til þess að koma fyrir og þetta svolítið sama eins og heilbrigðisumræðan sem ég var að hlusta á ég flutti heim frá Skandinavíu fyrir 10 árum þá voru vinir mínir sem eru læknar að furða sig á því þeir þurftu að vera að fara á kvöldin á Rótarifund að safna peningum til þess að bara fá nýtt baðkar eða laga gluggana það var ekki einu sinni fyrir nýjum tækjum heldur bara og einn vandi þar sérstaklega svona sem við hoppum að þessa milli að þannig fyrir 20 árum var ég að vinna í framtíðarstaðsetningu Landspítalans og skrifa skýrsla og það átti að vera búið að loka flugvellinum 2016 til 2022 það var í fyrra og það átti að vera búið að byggja spítala allavega þegar ég var að vinna í þessu fyrir 20 ára þá átti hann að vera tilbúin held ég á svipuðum tíma en við getum leyft okkur að fara í deilur og ég vil pólitík og stofna einhvern flokk og tala einhverja öryggisflugbraut og eitthvað svona sem bara til að tefja alls konar mikilvæg mál og ég held að við höfum bara verið heppin að það sprakk ekki eða hrundi ekki spítalinn í COVID og svo held ég að maður sér ef ég tek alþjóðavinkilinn og samanburðum efnahagslífið að það sem að fyrirtækin gerðu í COVID að þau náttúrulega sáu við sjokkið hvað þurfti að taka mikið til og breyta ferlum og hugsa upp á nýtt og fjárfesta í öruggari leiðum, hafa aðeins meira rými. Það var nú aldrei skert á Landspítalanum sem að bjóð til göngudeild COVID-sjúklinga bara úr skókassa og nokkrum símtólum. Símtólum. Ég hef alltaf verið að segja það að þetta hefði átt að fá nýsköpunarverðlaun í Íslandi það árið. Ég kannski fæ að skjóta aðvarðandi það að þetta er einmitt eitt af þessum dæmum sem þið voru að ræða áður en ég kom. Þið Sonja að dæmum það þegar starfsfólk á gólfinu fær að vinna sín verkefni bara með algjörlega frítt spil og fær bara nú ætlum við að leggja allt í ykkar hendur því sem þekki best hvernig við eigum að gera þetta og þið fáið bara stjórn þessu. Og þetta heppnast gríðarlega vel og þetta er eitthvað sem hefur verið að horfa til alþjóðlega. Þessi lausn Íslandíka bæði varandi COVID-göngudeildina og appið og þessa vöktun sem greinilega kom í veg fyrir alvarlega veikindi hjá mjög mörgum og innlagnir á sjúkrahús hjá mjög mörgum. En þetta er sem ég segi, þetta er algjör svona grasrótar lausn. Ég aldraða móður og ég hugsaði, heyrðu, þau hljóta að búa til göngudeild fyrir aldraða því að mamma var að bíða til að komast á hjúkrunar heimili og ég hugsaði þetta það er svo góð reynsla þessu, en það var ekki gert. Já, við erum með göngudeild, ég er nú öldrunarlæknir og vinn á Landakotti, en hún bara hefur... Hún virkar ekki svona? Það hefur bara orðið hrun í stofninum, okkar sérfræðingana, vegna þess að svo gríðarlegur innan gæsalappa útskriftavandi á spítalanum að við erum nýtt í hann. Þannig að við höfum ekki tækifæri til þess að fara inn nýsköpun að ráði, við auðvitað reynum, en ég meina það væri náttúrulega algjör snillt
að geta sinnt þessum hópi með göngudeildastarf sem í miklu meira mæli en við erum að gera og spítalinn aðeins að reyna að færa sig þess átt en þá þarf líka að létta af honum þessum verkefni sem eiga heima annar staðar og það þarf að fjárfesta annar staðar til þess að það sé hægt og ég komst ekki inn á það áðan ef við erum til dæmis að eyða 12 sinnum minna en Noregur í heimahjúkrun 12 sinnum, við erum samt með jafn háa prósent inn á hjúkrunarheimilum eins og þeir eða þau. Þannig að, ég meina, talandum að vanti peninga eitthvað staðar. Það er ekkert skrítið að við náum ekki að veita sömu þjónustu og halda fólki lengur heima miðað við hvað við erum raunverulega að gera fyrir hennan málaflokk. Þannig að við öldrunarlæknar erum til í göngudeild. Já, það var í, held ég, fréttunum áðan, það var kannski á Stöð 2 fréttunum, sko, verið að sína á Selfoss þegar hann búið að gera eitthvað heima sjúkrahús, það var bara einhver ný útskrifaður læknir frá Gautaborg sem kom þangað og gerði þetta og ég hugsaði bara býtu af hverju þetta ekki út all land? Þetta hefur verið mikið reynt í bænum og hefur einhvern veginn aldrei náð flugi vegna þess að það hefur ekki fengið þennan meðbyr. Ég held að sko, einn vandinn við erum alveg hræðilega íhaldsamt og andsnúin breytingum hérna og einhvern veginn þá viðhelst alls konar svona kerfi bara sem hefur alltaf verið svona og ég held að það sé alveg rétt sem þú sagðir, meðvirknin er alltaf allt og mikil og langlundageði og eiginlega ógnin núna sem að sko heimsfaraldurinn á efnahagsviðinu, örugglega á spítalunum, ég þekki ekki, en á efnahagsviðinu og síðan þegar stríðið kemur ofan í heimsfaraldurinn að það er það sem við tala sem fjölþáttakrísu eða polykrisis, að nú koma eiginlega allar krísunar hvor ofan í aðra og það verður sko verra ástand heldur en summan af krísunum að því þær búa til svona neikvæðan spíral og ég er ansið hræddur að sko, þar sem að kerfin hafa verið komið að þolmörkum og kannski staðið af sér meiru faraldurinn sjálfan að þá eru þau samt sköddu, þetta er eins og þú kemur úr langferð með bát og hann er búin að lenda í óveðri það þarf að fara yfir öll bönd og laga allt upp og nýtt í höfn í rólegheitum en hér er einhvern veginn bara ennþá út á hafi og það er ekkert varðskip að koma og draga vélarvana í land sko, eins og Guðni fór Það er mikið rætt þetta í Breitlandi NHS að raunverulega COVID hafi dregið fram ágallana að þegar COVID er farið að þá sé kerfi lakara heldur fyrir COVID og það er bara byggt á sko þreytu starfsfólks og bara að það er dregið fram alla veikleikana. Akkurat og sko í ýmsum ríkjum Bandaríkjanna þá var búið að lýsa yfir neyðarástandi út af kulnun lækna sem var bara mjög algeng 2019. Það er áður en COVID-faraldurinn kom, síðan fer þetta sama fólk og ég gerir ráð fyrir að það hefur fleiri heilbrigðisstéttir heldur en bara lækna, fer inn í COVID í þessu ástandi, að fólk er nú þegar orðið mjög bugað og í löskuðu kerfi og svo eins og þú segir, það er ekki einu sinni, við erum ekki einu sinni í höfnu núna, við erum einhvers staðar út á hafi og við þurfum svo að fá að heyra varðskipi sé að koma, það er eiginlega það sem við erum að biðja og það er einhvern veginn enginn sem getur svarað því, byrju hvað ætlið að gera fyrir okkur? Verður þetta betri næsta mánuði? Eða í sumar? Hvernig verður næsta veirupestar sísón? Verður það eins? Það er enginn sem getur sagt nei, ætla að gera A, B og C áður en það kemur að því þannig að þeir munið ekki þurfa að lendi svona krísátt. Það er enginn sem svarar okkur þannig, ekki ennþá. Ég heyrði hafsugubátinn koma þarna og það var gjallarhorn og hann sagði þið kunni ekki að lesa fjárlög. Og svo snér hann við. Sko, til að tengja við hinna púntana sko, að þetta er hlægilegt ástand en þetta er hins vegar sko, ég held að fólk átti sig ekki á því hversu alvarlegt þetta ástand í heiminum núna og sko það sem er gerst og eina af ástandunum sem ég get séð af hverju þetta er svona slæmt er að þegar að það þrengir þá er svo auðvelt að skera niður fjárfestingar og síðan hefur ekkert verið breytt á rekstrarhliðinni eins og við vorum að tala um þannig að þá og þá verður bara til stíflan á veikustileginu eins og þarna á bráðadeildinni eins og ég skilja að því að það hefur ekki verið byggð hjúkrunarheimili 20 ár eða 10 ár og þú veist og síðan sko hluti af vandanum ef við má taka annað dæmi úr fréttum dagsins eða gerðan sem er blöskvað algjörlega því það var nú heilbrigðisráðherra út af einhverjum nikotínpúðum sem er að selja í nammiumbúðum sem ég haf aldrei pælt í en það eru sem sagt kemur barnin á bráðadeildina annarkvæð dag með nikotíneitrun en það var frestað þetta reglugerðina að stöðva söluna á sig eða hemla sölunni
og af hverju var það? Af því að heildsalanir sem sölulega þurfti að fá aðlögun að reglunum til takmarkunar og þeir voru þó búin að aðlaga sig úr því að selja 100 kíló upp í að selja 100 tonn á 4 árum en svo þegar átt að hemja aðeins söluaðferðina þeirra að þá verður það að fá að kosta barn annarkvæmt daginn í nikotineitrun að því það má ekki þrengja að sölunni með smá reglum og þetta held ég svona lýsandi hræðilegt dæmi að það alltaf að setja meira álag á innflæðisvanda á bráðadeildina sem líka með útflæðisvanda af því að það má ekki á einhverju fjárhagslegu sviði hamla einhverjum gróða hjá einhverjum einkaaðilum og það heilbrigðisráðherra landsins það er að springa upp núna mál sem að líkt þessu sem að eru mygluvandinn sem að er komin til að það var eftirlitskerfi var eiginlega brotið niður og nú leggst það sem mikil veikindi á fólk og bara mikið vandamál á einstaklinga en þetta ættir að kosta samfélagið hundruður milljarða við endurbætur á þessu. Þetta verður ekki minni kostnaður heldur en alkali í skemmtirnar á sín tíma sem að var álag sem að bara kastaði yfir á samfélagið og einstaklingar og fjölskyldur látna bera og stofnanir og fleira en þeir sem að stóðu að ágöllunum og ríki ávæntanlega þá borga það líka alveg eins og ríki þurfti að borga skipta út öllum brjóstapúðunum sem fór að leka sem að einkaaðilar voru búin að fá að setja í með þennan kostnað. Þannig að það er alltaf settur vandinn á ríkissjóð en það er engin heildstæð hugsun í annars vegar því hvað þurfum við að byggja upp til að byggja þetta samfélag sem er að vaksa og það eru ferðaþjónusta, nýja atvinnugrein og það er það þurfti ekki að vera mjög flókin útreikningur að vita að það myndi kosta, 10% aukið álag á bráðadeildina eða 15 eða ég veit ekki töluna en sem sagt þú ert með 2 milljónir mann í landinu sem er 300.000 þá er það ekki mjög, maður þarf ekki doktorspróf til þess að Þetta er bara rosalega góðu punktur hjá þér og ég held að 17% gjörgæslurýma fari núna í að þjónusta ferðamenn og maður fær alltaf svona hland fyrir hjarta þegar maður heyrir af áætlunum komu skemmtiferðaskipa í ákveðnar hafnir þar sem maður veit jafnvel einn læknir fastráðinn eða þið veitu þetta er alveg gríðarlega og fullskipa öldruð fólki Já og það víst rúlar út af þessum skipum aldrað fólk með bara uppskrift frá skipslækninum það hvað læknarnir í landi að gera bara farið þessa mynd, fá þetta lyf, gera þetta og þetta er óboðslegt auka álag, heyri ég og ég veit ekki til þess að það sé neitt bætt upp með nokkrum hætti við gátum ekki einu sinni spennistöð til að tengja þau við rafmagn þessi skip, þau eru að dæla almenningu vill betra heilbrigðiskerfi og það er bara allir sem að skoða það að vita að það er bara stórkostlegt atriði. Hvernig getum við lagað þetta? Það er náttúrulega því lengur sem er búið að bíða með að laga það, því mun verra og erfiða verður það. Mér En við verðum að gera eitthvað strax og hvað verðum við að gera strax? Já, ég vona að húsið sé ekki alveg að hruni komið en ég held að sé, ef þú býður með að gera við þakkið þá er það orðið miklað allt á endanum, ekki út af fúski í byggingarleinunum, heldur bara að því þú lagaðir ekki og það þarf að endur hugsa mjög margt, eins og var mjög fallegt að sjá í raun og veru hvernig heimshagkerfið á efnahagsviðinu gat gert á gífurlega hraða eftir heimsfaraldurinn. Endur skipulagt flæðilínur, náði 2-3 byrgja í staðan fyrir 1. Það var bara allt hugsað upp á nýtt af því að það var stoppað kerfið og menn sáu hvað það var tæft, hvað það var allt kyrrt alveg á mörkunum. Þessi verðbólga sem við erum með í heiminum er að hluta til út af því að það þurfti að búa til smá borð fyrir báru og hafa smá auka rými í kerfinu og það er búið að gera það núna á þessum 2 árum eða þessu ári síðan að faraldurinn var leiðin hjá ef það verði ekki fleiri stríð þá heldur áfram að fá iPhone-in frá Kína en Bretland er held ég svona hræðilegasta dæmi í Evrópa því þeir voru með Brexit áður sem var ekki alveg mjög búið að koma út úr öllum búningunum, vandinn þar undirliggjandi. Hann birtist síðan núna eftir COVID og þeir hafa bara ekki fólk til að ráða í að keyra sjúkrabíla og hjúkrunarfræðingarnir sem er ekki búin að hafa launahækkun í 10 ár og búin að vera yfirkeyrðir í kerfinu og þeir bara segja upp eins og
mér sýnist nú að gerist á Landsspítalanum hversin sem stjórnarformaður spítalans kemur í fjölmjölum og segir eitthvað að þá eru svona 10 mann sem bara hafa fengið nóg og þetta hérna sko eiginlega enn meira uggveikjandi fyrir mann sem horfir á þetta utanfrá að því að þetta ekkert af þessu að fara að laga eða bæta kerfið. Hvað gerum við? Ef við erum ekki að tala við það örfá á Íslandi sem að hafna því að þurfa að gera eitthvað. Hvað það sem við höfum að gera? Ég held að við þurfum að sko taka þær svona snúa strúktúrun svolítið við, taka þær hugmyndi sem að virkuðu vel eins og í COVID og eins og að virka þarna vel utan á landi og það þarf einhvern veginn að búa til rými til að segja hægt að endur hugsa ferlana og verkefnin og við þurfum að gera þetta í sko öllum ríkisrekstrinum með alla eðslu að endur hugsa hvað verið að nota peningan í af því að við erum komin að mörkum og við erum að koma út úr svo dýrri efnahagskreppu eftir faraldurinn og við vorum með vanda þar fyrir. Það var halli á ríkissjóði 2019 áður en að Vá fór á hausinn, áður en að heimsfaraldur kom og áður en að stigi kom. Hann bara búin að aukast síðan og að því það aldrei tekið á því að skattheimtan ekki í samræmi með útgjöldin og ef menn ætla síðan að þá að fara skera niður fjárfestingur og frestaði að spíla verið tilbúin, frestaði að byggja hjúkrunarheimili, að þá bara magnast vandinu og síðan held ég að hinleiðunni sem að kemur að því að sko, kjaradeilunum sem er núna, sem við vorum að tala um í byrjun og síðan kjarasamningum opinberra starfsmanna að sko þar verður rosaleg klemma fyrir ríkissjóð af því að það má aldrei tala um skattahækkanir í þessu landi og þar leikur kjarnivandans af því að það er búið að veita hér skattaafslætti til að kaupa rafmagnsbíla og skattaafslætti í COVID til að byggja palla og leyfa síðan fátækara fólkinu að taka út séreignarsparnaðinn og borga skatta því. Ríkissjóður er búin að hafa það ágætt í sko ýmsum af þessum vöndum. Núna verðbólgan að færa ríkissjóð aukna tekjur, þessna kom svo fín útkomi fyrir en það má náttúrulega ekki eða því og ekki skilja mig, það má ekki eða því í hækkanir af því að þetta er bara tímabundin hækkanir vegna verðbólgu og ríkissjóður má ekki fara í þann spíral en það verður að endurhugsa algjörlega skattkerfi líka því að ég held að ef maður horfir á kjaramálin og hvernig á að vera hægt að leysa þann þátt fyrir ríkissjóð að þá verður að taka endurskoðun skattkerfi sinni samhliða varðandi með bætur, hvort sem það er varðandi húsnæði börn en líka bara skattafrádrátt fyrir endurgreiðslu á námslánum sko alls konar vaxtabætur sem í Skandinavíu eru ótekjutengdar upp í svona eitt meðalega einbýlishús að sko að því þar kemur út allskyns jöfnun sem að er auðveldar að stýra heldur en í kjarasamningum og þar að þau ekki eru það miklu betri leiðir til að stöðva verðbólguna að beita skattheimtu og það hefði átt að vera allt síðasta ár að vinna gegn verðbólgunni með targeterðum beinum skattatillögum að því að það er þannig sem hún getur dregið úr neyslunni en ekki með því að ráðast á lægstu 10, 20, 30% að því þau eru ekki að valda verðbólgu með því að borga hærri leigu og borga hærri mata því þau eða öllum sínum tekjum. Þannig að sko kerfið í heild þarf skjóti, þú veist, ég meina Seðlabankinn hefur vel bara þetta úrræði sem að kemur þá, þú veist, út af forminu til þess að eins fyrir alla en bitnar auðvitað vest á þeim sem minnst að milli handana en það sem skorti náttúrulega á voru aðgerðir stjórnvald til að mæta fólki þú veist, á lægstu laununum. Algjörlega. Herðu, ég ætla að halda áfram að spyrja hvað ber að gera. Það þarf að, þeir sem vilja laga heilbrigðiskerfið er verið að þóra að tala um skatta því við verðum að safna tekjum til þess að mæta auknum útgjöldum. Og nýta peningana betur og nýta peningar betur og hætta eða peningum ég er að reyna að færa orðið ég ætla bara að segja að þú veist dæmi 100 milljónir í að skjóta refi að því við höfum alltaf gert það þú veist það er að nota þær 100 milljónir í að skjóta ketti ef menn vilja eða að gera eitthvað annað gagnlegt við peningin annað sem að Ásgeir segir og tók undir það sem að þið voru að segja hérna áðan að við þurfum einhvern veginn að sækja í þá getur sem var hérna bara fyrir miðja síðustu öld að byggja bara upp gott heilbrigðiskerfi sem hentar okkar tíma. Er þetta skattar og bara og bara svona, hvað er að segja, svona andi
En ég meina, ég held að því að þú veist, við fundum það eins og fyrir síðustu kosningar, alþingiskosningar, þá var eiginlega bara umræðum heilbrigðiskerfið, en þú fékkst ekkert eitthvað svona konkrétt upp úr þessum stjórnmálaflokkum, hvað ætluðu raunverulega að gera. Og ok, ef að þetta bara svona one-liner season, þú veist, það bara fólk sem vinnur innan heilbrigðiskerfið sem segist að vanta pening og þá sagt á mótið þið kunni ekki lesa fjárlög, búum það bara til one-liner, við ætlum að standa með íslenska heilbrigðiskerfinu, þú veist, það þarf einhvern veginn að vera forsendan, en ekki að horfa á þetta sem útgjöld. Þetta fjárfesting í fólki og til framtíðar, þannig að við vorum að tala fjármagnið og þá þarf að breyta skattkerfinu. Já, þú getur ekki laga heilbrigðiskerfið ef þú þorir ekki að tala um skatta. Já, en þú getur heldur ekki búið til úrvars heilbrigðisþjónustu ef þú hlustar ekki á fólkið sem að kann actually inn á störfin og þjónustuna. Þú veist, þannig að það þarf líka að vera moment. Það sem þú ert raunverulega að taka bara og þú veist í öllum störfum, ekki bara einhverjum sem eru svona helst til ráðgjafar, sko. Byggjað upp innanfrá, getur við sagt. Sáttu þetta, Styr? Já, algjörlega sammála þessu og eins og ég segi, ég held að þetta verði alltaf fjárfesting og það þarf að hafa þúr og dug til að fara í hann og það mun alveg kosta en það mun skil okkur ódýrara, skilvirkara, betra kerfi til framtíðar. En þess að ég var að segja, ef maður búin að fjársvelta hlutina svona, það enda maður bara mjög oft með gríðarlegan kostnað sem maður hefði annars ekkert þurft að standa í. Ég meina það dýrt að reka hlutina alltaf á einhverju hálfkáki og við lélegar aðstæður, það það líka. Þannig að hlusta á fólkið á gólfinu, við vitum alveg nákvæmlega hvernig við viljum gera hlutina og við viljum gera það á skilvirkt og vel, augljóslega. Því að við erum í þessum störfum af því að við viljum sinna okkar sjúklingum og þeirra fjölskyldum. Ég meina það það sem við brennum fyrir. Þannig að við erum með fullt af hugmyndum það hvernig við getum nýst sem allra best hver og einn fagstétt. Þannig að bara hleypa okkur í skipulagninguna en líka þetta hlusta á okkur þegar við segjum að það þurfa fjárfesti í ykkur eins og sem dæmi öldrunarþjónustunni. Ég meina það bara verður að stór efla þjónustu við eldra fólki í þessu landi. Það mun minka álega á Landspítalann gríðarlega. Mér samt alltaf svo leiðilegt að tala svona eldra fólk vegna þess að eldra fólki á bara að vera okkar númer 1, 2 og 3 fólki sem við berum á höndum okkar og sem við bara okkar aðal fólki í samfélagum það búið að skila sínu. Nú eigum við að sjá til þess að því líður vel á sínum lokametrum sem við erum ekki að gera í dag. Og þess vegna alltaf svo leiðilegt þegar við erum að tala þetta sem einhvern fráflæðisvanda okkar vanda í heilbrigðiskerfinu sem það svo sannarlega ekki. En það bara miklu ódýrara að þjónusta þennan hóp utan bráðasjúkrahúsa, jafnvel heima ef það vill vera heima, en þá þarf bara stór efla þessa þjónustu. En í heildina þá erum við að koma út miklu betur fjárhagslega. Við erum að nýta fjármunina miklu betur ef við sinnum þessu fólki á réttum stað. Og heimaspítali líka frábært dæmi svona fyrirbæri eins og COVID-göngudeildin. Þarna getum við komið í veg fyrir að fólk þurfi sífellt að vera komin á bráðamóttökuna út af verstunum á langvinnum sjúkdómum. Þetta algjörlega fyrirsjáanlegt að þá getur þú sinnt í heimahúsið, þú getur sett inn tímabundið miklu meira aðkomu heilbrigðisstarfsfólks heima sem síðan hægt að draga úr þegar þessi bráðuveikindi eða versnun liðin hjá. Það alls konar svona hluti sem við getum gert. Það endalausar hugmyndir en það eina, maður svo hóvar, maður bara biður segðu mér allavega eitt af þessu sem ætlar að gera. Öllum hugmyndir sem við erum búin að koma með. Því að það oft sagt við okkur þið eru alltaf vælandi, þið koma aldrei með neina lausnir. Við erum búin að koma með svo mikið að lausnum, þetta allt til skriflega, þetta allt til einhverjum skýrslum og plöggum og í skúffu. Dragið þetta nú upp og byrjiði bara. Og það er nóga pinningum fyrir því, en þá má ekki vera að gefa þá, og ég vil monta sig af því eins og fjármálaráðuneytið, að skattar hafa lækkað á 9/10 landsins. Það er bara ríkasta tíundin sem hefur ekki fengið skattalækkun. Það er náttúrulega bara starffræðilegt bókhaldsdæmi sem einmitt gengur þar með ekki upp. Ef að það má ekki, og fyrir utan náttúrulega það sem er stóra málið, að skattheimta af hagnað og fyrirtækjum og þess þar, og auðlindum, af því að ef við berum okkur saman við Norrlöndin, við erum með álíka landsframleiðslu á mann, en okkur tekst einhvern veginn að hafa það þannig uppbyggt kerfið að við erum með heilbrigðiskerfið einhvern veginn á allt öðrum stað og miklu minna hlutfall í það. Já, en ekki rétt, við erum með álíka landsframleiðslu en við erum það land á Norrlöndunum sem minnst af henni skila sér í sameiginlega sjóði. Jú. Og ég meina þannig að kakan okkar er bara minnst. Minnst fyrir heilbrigðiskerfið. En það er alveg hægt að breyta því, það er bara ákvörðin og þá eru tilnægir peningar, það er punkturinn minn. Og við sáum það í COVID líka, að þegar á reynir þá er alveg hægt að
skuldsetta ríkissjóð til þess að takast á við vá og það hefði alveg verið hægt að byrja fyrr að byggja spítala og skuldsetta ríkissjóð til að byggja hann og svo það borgað tilbaka á lengri tíma en það verður að vera svona helsta hugmyndum það og núna þegar síðan Seðlabankinn er búin að hækka vexti svona mikið sem er að drepa skuldsett heimili alveg og búa til efnahagskrísu þar að þá er líka verið að hækka vaxtakostnað sveitarfélaga og ríkisins og það veldur mér rugga því að út í heimi verið að tala um að vextinni fara að lækka í desember þetta sé svona verðbólguskot meðan að hér er eins og maður sé einhverju umræðu úr verðbúðinni og tímum gwemdar jaka og víxlverkun verðbólgu launa og verðlags og verðbólgan virðist töluvert mikið hagnaðdrifin eða búin til í að vel af hinn opinbera líka með hækkunum gjaldskráa og alls konar þáttum við mælum hann öðruvísin önnur lönd með húsnæði inni þannig að það er svo margt sem væri hægt bara með því að hafa okkur til samræmis við önnur lönd Norrlöndin og Evrópu að þá væri hér mjög auðvelt að gera allt í lökunar velstandi en það myndi taka heilmikinn tíma að laga skaðan sem er þegar orðin út af ruglunni sem er búið að viðgangast síðustu áratugum. Sonja, þú varst að reyna að koma að staða, manstu hvað það ætlar að segja? Svo sirka, ég var að hugsa það sem að Steinun var ef við ætlum að tala inn í hjörtu Excel-kallana svo við bara gefum þessu fólki heiti sem að einhvern veginn horfir ekki út frá velsælda sjónarmiðunum þú veist, þá er líka, af því að ég meina við finnum það bara mjög sterkt að samtök atvinnulífsins eru aðalatenda þeirra að það verði ekki hækkaði skattar, þú veist, og bara vinna mjög hart gegn þessari kröfu okkar að breiðubökinni að leggja meira til samfélagsins, okkur öllum til heilla. Þú veist, en ef maður myndi til dæmis slá tölu á vinnutapi sem felst í því að þú ert að sinna eldri ættingjum eða jafnvel bara veikum ættingjum, þú veist, það væri strax bara, eða bara komið með þá köku inn í stóru púlíuna, þá held ég að strax væri flott að borga sig. Já, eins og þú segir, bara maður sé með allar þessar breytur, maður horfa á heildina, þetta er bara eitt stór vasi og bara röðum rétt í hún. Þannig hugsaði fólk fyrir miðja síðustu öld sem að tók sér til og fór að byggja upp íslenska heilbrigðiskerfið. Það er það sem við þurfum að ná inn. Kannski er bara komið tími til þess að sé búið til einhver svona félagskapur til uppbyggingar heilbrigðiskerfinu. Því einhvers stað þarf að koma fram tillögur valkost á móti þessari sveltistefnu sem við búum við. En við erum ræða í heilbrigðiskerfið og munum halda því áfram en ég ætla að segja þetta gott í bili. Steinun, Sonja og Ásgeir Brynjar, kæra þakkir fyrir spjallið. Rétt handa við hornið er Breki Karlsson ef hann er ekki farin heim, ég býst við honum, formaður Neytendasamtakanna, hann ætlar að koma með neytendafréttir. Þetta er augnablik.
Já, herðu, Breki Karlsson, formaður Neytendasamtakana er komin í það. Vertu velkomin. Takk. Hérna, við ætlum nú að ræða ýmis svona mál sem að snúa neytendum og þetta er náttúrulega spennandi tímar að sem leiti út af verðbólgun og öðru slíku. En þú varst í Hæstarétti í dag? Já, ég var að fylgjast með málflutningi í Hæstarétti í máli gegn íbúðalánasjóði, uppgreiðslugjald íbúðalánasjóðs sem er alveg galið, það er 10% stiga uppgreiðslugjald og En íbúðalánasjóður eða hvað hann nú heitir, vann þetta í héraðið ekki? Jú, vann í héraðið, þess að tapaði héraðið, vann í landsrétti, já. En þannig að það er verið áhugavert að sjá núna. Ég allavega með við það sem ég heyrði, ég var alveg á bandi sækjenda sko, og ég bara skil ekki og það sem kom nú hann fram klúður sem sko ég bara átta mig ekki á að það vantar sérstaklega ákvæði í samningana, lánasamningana hjá Íbúðalánasjóði. Það er bara vantar tölulið 5 það sem segir frá hvernig þetta uppgreiðslugjald skuli reiknað. Og Íbúðalánasjóður fyrir Hæstarétti er að reyna að þrátt fyrir að það vanti ákvæðið í samningana að vísar samt sem áður í að ef þeir væru í þessu samningum þá þetta er bara handverm hjá Íbúðalánasjóði að í allavega einhverju tímabili, þessu tímabili sem við verið að skoða. En uppgreiðslugjaldi var mjög hátt en þetta skiptið máli fyrir fólki sem að þurfti að borga það? Algjörlega, og þetta er náttúrulega galið sko þegar þú ert að borga uppgreiðslugjaldi í böngum eða öðrum lánastofnunum. Þá er verið að tala annarkvort 1 eða 2% sko, en þarna er þetta 10% og jafnvel þaðan að herra sko, og þetta er bara alveg út í hött og náttúrulega læsir fólk inni í þessum háu vöxtum. Í þessu tilviki þá var þetta rúm 5%. 5,4 eða ekki það, ég man það nú ekki alveg. En segðu mér, þetta er líka gríðarlega hagsmunir fyrir ríkið. Bjarni Benediktsson sem ætlar einhvern veginn að reyna að loka þessu hryllilega gati á Íbúðalánasjóði að þetta myndi bæta við einhverjum 20 milljarða í það. Þarna hefur einhvern tímann farið úrskeiðis í fjárstjórn að vera með svona skakka fjármögnun á móti þessum útlánum sko. Og það er ekki þannig að hafi ekki verið varað við þessu. Nei, það voru margir sem vöruðu við þessu. Nei, og það er ekki, þetta kom ekki til í gær sko. Og fólk gerði þetta með alveg með opin augun. Bara raunverulega settu hagsmuni almennings í mikilla hættu. Herðu, verðbólgan, hvað það er voru nýgerði kjarasamningar sem er svolítið svo veðmálum að verðbólgan muni snögglega lækka. Ef það gerist ekki þá er þetta vondir samningar. Það sem að maður sér og svona það sem er verið að mæla, það er spekingavísitalan fór út í morgun. Þar kemur fram að náttúrulega hækka launin af því að þetta er í fyrsta skipti sem að launin koma þar inn eftir samningana en innfluttar vörur hækka rúmlega 13,8 og innlenda vörur 11. Þannig að þetta er alveg svakalegt og við erum að sjá þetta bara í öllum okkar innkaupum bara kindakjöt út í búð er komið upp í 10.000 kall kílóið þetta er því sem næst. Þetta eru gengjuvænlegar tölur sem við erum að sjá og sjáum ekki fyrir endan á þessu og við erum að sjá við fengum ábendingar núna í vikunum það að íþróttafélögin er að hækka gjöldin hjá sér alltaf þriðjung og taka þá hækkun frístundastyrksins. Frístundastyrkurinn var hækkaður 25.000 krónur í Reykjavík allavega, það veit ekki með önnur sveitafélög. En við sjáum dæmi það að íþróttafélög hafa hækkað æfingagjöldinu úr 90.000 í 120.000, þannig að 30.000 krónur sem er meira en sem nemur hækkun frístundastyrksins. Þannig að öll þessi fallegu markmið sem hafa lagt upp með að gefa fleirum tækifæra á að stunda íþróttir, þau eru náttúrulega bara löngu farin út um alla glugga. Þannig að þú hefur á tilfinningunni að verðlag sé á fleygiferð. Já, það er svona okkar, með þær ábendingar sem við fáum í samtökunum, þá er verðlag á fleygiferði.
Hefur fylgst með því sem að bandalag háskólamanna eða BHM hefur verið að setja á dagskrá sem þau kallað hagnaða drifna verðbólgu. Það er þess að hækkanir umfram það sem er hægt að færa rök fyrir út af hækkun launa eða hækkun aðfanga hjá fyrirtækjum. Við höfum bara bent á þetta í gegnum COVID og runni fyrir það að þegar þú ert með prósentu tölu hagnað, segjum 10% eða 20% eins og verið að reyndar, þá hækkar krónutala náttúrulega mjög mikið þegar að verð í svona verðlagi, þannig að við höfum verið að hvetja atvinnurekendur til þess og verslunarmenn til þess að halda nú aftur að sér og deila þá allavega með okkur þessum byrðum en miðað við þessa útreikninga BHM þá er það bara alls ekki að gera þá er eiginlega þveru öfugt að það er verið að auka byrðarnar á neytendur en að þeir að fóðra vasana ennþá betur. Já, þetta mun komið í ljós svona hvert stefnir líklega svona þegar næsta neysluvísitala kemur og kannski þann næsta þá held ég að því að sko fjárlögin og kjarasamningarnir eru gerðir á ótrúlega bjartsýnni verðbólguspá. Þeir eru gerðið það og það er náttúrulega mjög stutt og náttúrulega styttist úr enn þetta er bara fram í nóvember, þetta er ekki nema, það eru 10 mánuðir rúmir í næstu lotu, þannig að þetta er nú, ég myndi ekki kalla þetta kannski að pissi í skóin sinn, en þetta er svona skammgóður vermir allavega þessi samningar. Já, herðu, þið eru alltaf að fjalla netsvik. Já, ég lendi í því daginn að þú ert sérfræðingur í netsvikum. Já, ég segi það nú ekki. En ég lendi í svona sími minn fór að hringja og það er bara 1,5 hringing svo er lagt á. Verið að fá símtöl frá Gabon, Bandaríkjónum, Sri Lanka, ótrúlustu löndum, en alltaf bara 2 hringingar og svo lagt á. Þetta er freka hvimleitt sko, því að það er komið í svona missed calls, er komið svona langur listi og þannig að svona svo stjórn sem að maður hefði á lífinu með að skoða missed call og sinna þeim er farin og hver er að reyna að svindla mér? Þetta er náttúrulega alls konar aðilar bara út allan heim og við reyna náttúrulega höfða til forvitni okkar að hringja þá tilbaka og þá er þetta yfirleitt svona 800 númer, það er að segja svona mjög dýr númer að hringja í og jafnvel þó að þér finnist ekki eins og það hafi verið svarað, það bara heldur áfram að hringja, þá er búið að svara og þá byrjar að tikka alveg fleiri þúsundir, ekki 2000 króna í hvert einasta sinn. Og þetta er nú svona hluta af þessum svindli sem er í gangi, það er náttúrulega líka þetta messenger svindl, þú færð skilaboð frá nánum kunningja eða vini sem er í vanda og segja, heyrðu, hvað er símanúmerið þitt og svo sendir það og svo segist viðkomandi að hafa tekið þátt í einhverjum leik og hafa unnið einhverju pening og vill endilega deila því með þér og til þess sem að þú þekkir já, þetta er bara einhver sem hefur tekið yfir þetta er komist yfir messenger upplýsingarnar hjá fólki og bara í nafnið þeirra þá er það að senda út alls konar skilaboð og þó að ekki nema 1 af hverjum 100 falli í gilduruna þá eru þetta stórar upphæðir. Þetta er eitt og síðan erum við með bara stærri svik sko, sem við erum að fá meira og meira af er að fólki er byrlað og meðan það er sofandi þá er bankareikningarnir þeirra tæmdir. Fleiri og fleiri eru með til dæmis Apple Pay sem eina sem þú þarft að nota er andlitsdrættirnið þínu til þess að staðfesta greiðslu og þetta við erum með eitt dæmi núna hjá okkur þar sem aðili misti meira en 10 milljónir króna allan ævisparnaðinn sinn og á Spáni og þetta er alveg og getur verið stór hættulegt. Og í rauninni er þá spurning, sko, við höfum verið að benda á að okkar skjólstæðingar sem leita til okkar hafa alltaf fengið svörum hjá bönkunum, já, nei, þetta er ekki okkur að kenna, en þetta er bara algjörlega þína ábyrgð, en við höfum velt því upp og erum að fara núna með mál fyrir úrskurðarnefnd, 2 mál reyndar, að við teljum að bankarnir beri ábyrgð vegna þess að þeir verða að vera með ákveðna varnir gegn svona þjófnaði og b að þeir eru með
það gengur í gildi lög í nóvember í 21 sem segir sem krefst sko sterkrar sannvottunar til þess að staðfesta svona greiðslur og staðfesting með SMS skilabúðum, hún telst ekki sterk sannvottun og þar af leiðandi teljum við að bankarnir beri þá bara alla ábyrgð á þeim greiðslum sem eru ólögmætar og hafa verið staðfestar, jafnvel þó að neytandi hafi í ógáti kannski eða fyrir miskilning stimplað inn eða gefið upp þessar tölur, þá það bankans að okkar mati sem að endurgreiða það. Já, ganga þannig frá að hvelfingin þar sem við geymum peningan okkar sé held. Algjörlega, við verðum að geta treyst í það að peningarnir okkar séu En svo ekki, bankarnir segja þeir segja það, og þeir segja það en það alltaf fyrsta svarið hjá þeim, en ég held að og við viljum að þeir svari til saka þar fyrir allan úrskurðarnefnd og jafnvel fyrir dómi ef svo ber undir. Nú erum við að tala svona svindlara sem ekki svona hluti af viðskiptahagkerfinu, þetta eru bara glæpamenn. Smálána fyrirtækin eru svona eiginlega gráusvæði og hafa alltaf verið, þetta bara ógrar. Já, Hvernig gengur þeir eru búin að vera að glíma við það á árum saman? Já, og mánudaginn þá var ég nú í Landsrétti, þeir höfðu meiðyrðamál gegn neytendasamtökunum og mér persónulega fyrir að segja ýmsa hluti sem voru svo dæmdir ómerkir fyrir héraðsdómi og núna erum við að fara með það fyrir Landsrétta því að við teljum að þeir verðir nú bara að þola sterka gagnrýni þar sem þeir hafa nú þessi fyrirtæki og fyrir rannar þeirra hafa dansað á líninu og oft farið yfir hann og fengið á sig dóma og eru bara ógrarar. Þeir eru allavega ógrarar. En það versta í dag að þau mál sem við höfum þeir eru ennþá með nákvæmlega sama ógrið en núna virðist að vera ekki ólöglegt. Það að segja, en við erum svo sem að skoða það en þeir virðast dansa innan línunar en samt sem aður geta tekið 1000% í hagnað á hverju láni, þannig að þegar þú fær lánað, segjum 60.000 krónur, þá lánaði þeir ekki 60.000 krónur heldur 5 sinnum 12.000 og okkur gera það, jú, af því að þá geta þeir og svo náttúrulega drífa þeir í vanskil, það bara svona virðist vera svona markmið bara gerir fólki og fólki hefur verið gert erfitt fyrir að greiða inn á réttum tíma og svo framvegis en síðan þegar að þetta komið í vanskil þá leggja þeir á þetta, þá innheimta þeir hvern 12.000 kall fyrir sig og leggja á öll þau gjöld sem eru leyfileg og svo fara þeir í það sem þeir kalla löginnheimtu og það bara eins og villta vestri, það gilda engar reglur, ekkert hámark á innheimtukostnaði eða neitt slíkt. Þannig að ofan á 12.000 krónunar kom ekki bara dráttarvextur og seldur eitthvað innheimtugjald og þú getur komin yfir bara í 100.000 kall áður og veist af. Já, við höfum séð skuld þrefaldast og sexfaldast á 3-4 vikum og sexfaldast á einhverjum 5-6 vikum. Þannig að 12.000 kallin eru 100.000 kall og 60.000 kallin eru orðin 100 skall sinnum 6. Já, einmitt. Af því að annars myndur ekki ná þessu, af því að við getum bara lagt 100 skall eða svona til einföldum. Nákvæmlega. Og þetta eitthvað sem við erum búin að benda á í áraraðir að þarf að laga. Nágrannalöndin okkar eru með hámark á innheimtukostnaði og það mjög hátt og rúmt hámark, það 100%. Þannig að þú mátt leggja 100% á innheimtukostnaði eftir ákveðin tíma og fara í gegnum þennan feril og senda bréf og svo framvegis. En það meikar það engan sens að elta 10.000 krónum með þessum, eins og segir, 600.000 eða fleiri 100.000 krónum. Það á bara að þetta hefur verið gert hér. Þetta hefur verið gert og verið að gera og þetta virðist okkur vera business modelið hjá smálánafyrirtækjunum í dag. Þeir eru halda sig innan rammalagana með árlega hlutfallstölu kostnaði eða vaxtaprósentu og raunina líka varðandi innheimtu en þeir hafa bara fundið þessa glufu og þar starfa þeir. Hver á þessi fyrirtæki? Ég veit ekki, þetta eru skráð fyrirtæki hjá fyrirtækjaskrá, fólk getur flettið upp þar ef Já, það ekki búið að selja þetta út úr landi ég bara átta mikið á því þetta einhver alls konar eins
eins og gengur með fyrirtæki að þú veist, þetta einhverjar fléttur hingað og þangað og við vitum að þetta hinn fyrirtækin teguðu ánga sína til Danmerkur. Og ég man að tímabili var þannig að var það til þess að komast fram í íslensku lögum? En danska fyrirtæki var í eigu teknesks fyrirtækis sem síðan aftur var í eigu bresks fyrirtækis, en við teljum að þetta gæti alveg hafa verið bara sömu aðalarnir sem eiga þetta og hafa átt öll þessi fyrirtæki. Við vitum það ekki því að slóðin við vitum að eitt besta skattaskjóli í heimi er Bretland. Það er engar upplýsingar að fá. En lausnin sem að þið farið fram á að verið sett hér lög svipuð og verið í Norðurlöndunum, að við innimtu að þá sé ekki hægt að leggja meira en tvöfalt ofan á. Já. Hljómar sanngjarnt? Það er bara mjög rúmt rauninni. Hvað segja stjórnvöld þegar þú leitir þeirra? Við höfum átt fundi með dómsmálaráðherra og við fáum alltaf bara þétt handtak og guðsblessun og svo hefur við ekki heyrt meir. Við sendum erindi 2020 og með þessum tillögum okkar og við höfum ekkert heyrt. Þannig að ég er ekkert stórkostlega bjartsýnn með einhverjar, við erum ekki með neina byltinga sinna í dómsmálaráðunni eins og það er. Nei, herðu, Breki, gaman að fá þig hingað og kannski fæði þið seinna til þess að tala neytendamál, sjáum til með það. En við ætlum að tala raunverulega áfram neytendamál ef að miklu vandamálið er neytendamál. Eftir augnablik, þá kemur María og allar þetta. Já, hjá mér er sest Silja Dögg Sigurjónsdóttir líffræðingur, Silja Dögg, nú einhverja hluta vegna hef ég skrifað Silja, vissi samt alveg hvað þú hétir. Heyrðu, Silja Dögg, líffræðingur hjá Eflu, við erum búin að vera að ræða rakaskemmdir og myglu hérna á samstöðinni og verðum að fjalla það núna eitthvað á næstunni. Og ég hef svona aðeins verið að fylgjast með þessu og skrifa líka skólamálin, leikskólamálin og eitthvað svona. Því nú virðist allt vera bara samfélagið undirlagt af myglumálum.
Það vantarlega brjálega að gera hjá þér, Sylgja. Já, það er ekkert að neita því. Nei. Það er svolítið mikið að gera þessa dagana. Já. Hvað þú hefur sjálf bara persónulega reynslu af miklumálum og ert orðin kannski, einn af helstu sérfræðingum okkar í miklumálum að mér skilst. Hvað getur þú sagt mér aðeins frá hvernig þetta gerist? Af hverju ég er Af hverju þú ert alltaf í orðin sérfræðingur í miklu? í miklu? Það mitt kemur kannski ekki af góðu, Nei. en hefur held ég leitt af sér gott fyrir mig allavega. Ég sem sagt starfa við það í dag, en fyrir 20 árum síðan þá bjó ég mitt í húsnæði með rakaskemmdum. Og við fjölskyldan sem sagt mistum heilsuna, skulum við segja, á þeim tímapunkti. Og ég bara hafði engan til að leita til. Og þá fann ég að þekkingin hérlendi sem var mjög takmörkuð og ég einhvern hluta vegna hafði valið líffræði sem fag í háskólanum að því ég var með svo skemmtilegan kennara, hann Árna Heimi í MR og ég líffræðingurinn ákvað bara að leggjast í, hvað maður að segja, bækur og rannsóknir og kynna mér þessi mál. Ég þurfti bæði að koma mér og fjölskyldunni til heilsu aftur, laga húsnæðið og bara rauninni skilja hvað var í gangi. Og voru þið hafið öll í rauninni vext, öll fjölskyldan eða? Já, við vorum öll með einkenni og kvilla. Já. Og tókst þér eða selduðu húsnæðið eða komustu út úr því eða þeir löguðu það? Eða? Við löguðum það. Já. Þannig að það er hægt, það er hægt að gera ýmislegt. Það er hægt að gera ýmislegt. Svo ertu þarna hjá Eflu og þið hvernig á hvaða hátt komið þið að miklumálum? Þið farið heim til fólks eða ekki og miklumælið eða finnið út? Já, það er nefnilega einmitt, sko, ég stofnaði þess að fyrsta fyrirtækið í þessum geira árið 2006 og hús og heilsa það og þá voru við aðalega að fara einmitt á heimili og við heldum á þeim tíma þegar við vorum að byrja og ég fór bara í fríar skoðunir því ég held að þetta væri svo fátítt hérlendis. Og síðan bara óks það fyrirtæki að því að eftirspurnin var alltaf meira og meiri. Þannig að á endanum þá sameinuðust við og fórum inn í Eflu og tækifæri þar er að við í Eflu núna einmitt erum að skoða og rannsaka rakaskemmdir og galla og annað sem leiðir til rakaskemmda. Og við erum líka að þróa þá þjónustu og nýta þá þekkingu sem við fáum til þess að fyrirbyggja í nýbyggingum og í viðhaldsaðgerðum að öðru. Þannig að við erum eiginlega svona, horfum á sviðið svolítið vítt og hugsum að byggingar og fólk, byggingar eru fyrir fólk. Þannig að það er svona... Og menn eru að leita til ykkar bara þegar þeir eru bara strax með teikningar í vinnslu. Já, jafnvel áður en að teikningar. Jafnvel áður en að teikningarnar eru komnar á borðið. Einmitt. Já. Og þetta er náttúrulega eitthvað sem er kannski bara rosalega þörf á að tilheyri í rauninni verið að byggja húsnæði fyrir fólk. Já, að það sé bara svona meðutun hvernig það er gert og á öllum stegum. Einmitt. Og í rauninni, sko, þegar byggingar er að skemmast með tímanum, þá er það yfirleitt vatn sem er að skemma. Og afleiðinga því að vatnfærni byggingu er svo ofta það að mygla og rakaskemmdi koma fram. Og til að fyrirbyggja þetta, þá er einmitt að huga að í öllu ferlinu. Og þegar þú ert komið teikningar að skoða einhvers þar áhætta, get ég minkað áhættuna, get ég valið annað efni, hvernig á ég að framkvæma þennan verkþátt. Og síðan þegar húsi fyrir notkun, hvernig nota ég það, hvernig er framkvæmdin þegar að verið að byggja. Og þá er að huga að raka öryggi og við viljum meina að við viljum allan að reyna að byggja þurrt. Þannig að við byrjum ekki með vandamálinn strax í upphafi. En þetta er auðvitað áskorun á Íslandi. Þetta er áskorun á Íslandi í þessu veðralandi okkar hérna. Við sýnir svona veðrum eins og einhver sagði. Já. Það var ráðstefna núna á dögunum rakaskemmdir og myglu og byggingagallar og fúsk í nýjum byggingum í Háskólanum í Reykjavík og þú varst þar í pallborði og ég satt þarna fyrir partina af þessari ráðstefnu mitt og svona velti fyrir mér ýmsu eftir að hlusta sko. Það hefur eitthvað verið skotið á í myrkri samt þegar ekki að Ólafur hefur skotið eitthvað á í myrkri hver kostnaðurinn af
miklu vandamálum á Íslandi sé? Já, hann hefur skotið á að það sé kostnaður með afletu og viðgerðum og öðru sé gætu verið 10 miljardar á ári. Já. Og það gæti alveg verið jafnvel, Meira jafnvel. já. Miklu meira. Já. En við bara Við vitum það ekki. Og það er svo margt einmitt sem að er ábúta vant varðandi einmitt mælingar. Já, við vitum í rauninni ekki hversu stór vandinn er Mm-hmm. og við vitum ekki hvar helstu vandamálin liggja. Þannig að við þurfum að taka á þessum vanda og þá þurfum við að byrja á því að greina fyrst hvar liggja helstu vandamálin, þannig að við getum þá einbytt okkur að þeim hluta. Já. Og þá eru þetta líka mikilvægt að fylgjast með, við erum að fá fullt af nýjum byggingarefnum, við erum að fá nýjar aðferðir inn og ýmislegt, nýjar lausnir og jú, við þurfum ekki alltaf að finna pjólið en við erum á Íslandi eins og við ræddum áðan og þá þurfum við að heimfæra oft hvernig við framkvæmum eða hvaða efni eru heppili hérna heima. Já. Og þá þurfum við einhvern aðila sem að er hlutlaus í því að meta hvað er svona besta lausnin og í því tilliti þá þurfum við að hafa einhvern eins og rannsóknarstofnun byggingarinnans var sem að var lögð niður fyrir hvað ári síðan. Einmitt. Og við bara eigum því miður enga slíka rannsóknarstof í dag. Nei. Og við erum með mjög stóran byggingarinnað sem er að byggja húsin sem við búum öll í. Þannig að þetta er ansið stórt og samfélagslegt mál líka. Höfum við eitthvað þrýstiafl eða einhvern hóp sem að geti verið að þrýsta stjórnvöld að opna aftur rannsóknarmiðstöð í byggingariðnaði eða þú veist? Ég myndi telja að slíkur hópur séu þeir sem búi í húsum. Já, þannig að þetta ætti að vera neytendamál í rauninni bara. Í rauninni að hluta til. Þannig að Breki sem var hérna áðan hefði kannski átt að setja hérna aðeins lengur. Já. Einmitt. Já. Þannig að það sé í rauninni einhver stofnun eða eitthvað sem að fylgir eftir þessu ferli. Já. Og gefi út reynslublöð og annað. Eins og er víða erlendis. Já. Það er núna... Það er sérstætt veitt eitthvað pínlítið fjármagni gegnum ASK, ekki satt? Já, það var stofnaður rannsóknarsjóður fyrir mannvirki sem er 95 milljónir fyrir allan byggingariðnaðinn. Sem er náttúrulega bara rugl. Sem er allt og lítið, algjörlega. Einmitt. Og er mjög jákvætt að fá þennan sjóð af því að áður en þessi sjóður það var erfitt að sækja yfir höfuð í rannsóknarsjóði. Þannig að nýsköpun og annað er akkurat eitthvað sem svona sjóður ætti að þjóna en samfelldar grunnrannsóknir og það sem við þurfum á að halda sem er hagnýtt, það þarf einhver að halda utan það og miðla þeirri þekkingu og reynslu og skilaði líka bara áfram að milli kynslóða. Já, einmitt. Hvernig ef við tökum bara svona heilsufarsþáttinn, sko, því svo er þetta er sko rosalega kostnaður fyrir bæði almenning og hefðu opinbera að lenda í tjóni vegna myglu eða rakaskemmda og svo er þetta líka þessi heilsufarslegi kostnaður og þessi heilsufarslegi vandi er heilbrigðiskerfið heldur að það sé að taka þetta nægilega alvarlega. Þú ert í hvað fagráði hjá landlækni? Ég siti í fagráði hjá landlækni þar sem að einmitt var kynnt á ráðstefnunni svona hlutverk fagráðs og jú vissulega er þekkingarleysi þar og við búum ekki að því að hafa kannski lækna sem hafa einblínt á þessi vandamál. En von okkar eru þetta að heilbrigðiskerfið uppfæri sig og fylgist með hvað þetta er en svona almennt séð að því að við fylgjum nú alþjóða heilbrigðismálastofnunni í heilbrigðismálum að þá hafa þau gefið út mjög skýrt að rakaskemmdir og mygla í húsnæði er áhættuþáttur fyrir heilsu. En að sama tíma þá höfum við ekki einhver skýr viðmið hvenar ástandið er alvarlegt og hvenar ekki, heldur er hreinlega bara lagt til að gera við húsnæði og halda í þurru. Já, einmitt. Þannig að það er... Við höfum eitthvað svona mælistikur eða nett sko? Nei, við höfum helst mælistikur út á raka. Að því raki veldur því að hús fer að grotna og þegar hús fer að grotna þá er þessar örverur í lykil hlutverki í því starfi sem þær eiga sinna á jörðinni, skulum við segja. Og þær fá þau skilaboð rakinn kemur að þær eiga að fara á stað. Og við getum þá metið í rauninni raka ástand. Þannig að ef að húsnæði er að leka ítrekað eða viðvarandi, að þá þarf náttúrulega fyrst og fremst að bregðast við rakanum.
Síðan er það þessi afleiðing að það vaksa upp örverur, það losna úr efnum, byggingarefnum og allt þetta hefur áhrif á loftgæði og við vitum að loftgæði hafa slæm áhrif á heilsu. Já. Við vitum það sérstaklega rannsóknum utandyra en innandyra er oft í rauninni miklu skertari loftgæði heldur en utandyra. Þannig að slæm loftgæði eru ekki góð fyrir neitt, skulum við segja. Einmitt. En já, samt svo að fólk beðum að halda sig inni ef að það er mikið mengun utan þeirra. Já, einmitt. En já, en það er svona, maður heyrði það á ráðstefnunni, það voru allir svona frekar sammála um það að það væri fúskað og mikið við byggingar á Íslandi. Það væri svona oft mikið þekkingarleysi meðal þegar verið að smíða hjá verktökum eða byggingaraðilum. Já, það er því miður alltaf algengt. Já. Að sama skapi eru líka til góðir byggingaraðilar og annað. Já, er hægt að sjá eitthvað hverjir eru góðir og hverjir eru slæmir? Getur maður eitthvað farið eftir einhverju? Sko sem almennu neytandi þá er svolítið erfitt að meta það. Já. En eins og í dag þá viðgengst það að það eru reistar kannski 3 blokkir og það eru allar reistar á sitt hvori kennitölunni. Já. Og þá er erfiðar að sækja í ef að það er einhverju gallar sem koma fram seinna, en svo eru verktakar sem eru með eldri kennitölur. Og þú getur rakið alveg hvað þeir hafa byggt í tíðina. Já, þeir geta rakið það og nýta þá reynslu áfram og einmitt. Þannig að það er svona kannski fyrsta skrefið. Þannig að ef fólk er að hugsa um að kaupa einhverju eign þá ætti það kannski að horfa aðeins líka til hver byggði, hvaða aðili er að byggja, hver er svona byggingasaga þessa aðila. Já, ég held að sem neytandi þá þurfum við einmitt að skoða það aðeins betur. Já. Og líka bara að verktaki hafi einhvern hvata til þess að skila góðu verki. Já, til þess að standa sig vel. Já. Einmitt. Það er líka eitthvað sem okkur vantar í rauninni í þessa keðju. Já. Að verktaki sem að mögulega er með einhverja handvömmi eða er með ódýrar lausnir, skulum við segja, að verktakinn í næsta húsi, hann er að leggja sig fram og með dýralausnir, en þetta er selt á fermetraverði, á sama verði og neytandi hefur ekki upplýsingar eða forsendur til að meta hvort það er. Já. Og þetta er eitthvað sem við þurfum líka að skoða. Já. Og við erum ekki með nægilega sterkt eftirlitskerfi hjá til dæmis Húsnæðismannvirkjastofnun eða eitthvað svoleið sem til að tryggja það að það sé bara öllu fylgt. Sko, við erum náttúrulega með byggingareglugerð. Já. Og síðan erum við með ákveði eftirlitskerfi, við erum með byggingastjórakerfi og ýmislegt. Og eins og ég sagði áðan, við þurfum einhvern veginn að finna hvar liggur mest í vandinn, hvar þurfum við að fókusa og hvað þurfum við að laga. Af því að við erum með brotalamir á mörgum stöðum. Já, og nú virðist ekki skipta máli í rauninni aldurinn endilega á húsum, af því við erum með bæði náttúrulega þessar kynslóðhúsa sem eru eins og bara í leikskólamálunum núna, þú veist það sem eru eldri hús sem eru bara komin á rosalegt viðhaldssteg og hefur ekki verið, viðhaldi hefur ekki verið sinnt, en svo erum við líka að sjá bara glæni hús. Já. Það glæni er íbúðir. Einmitt, og það eru þetta sorgleg tilfelli því að við megum alveg búast við því að eftir 50-60 ár að það sé komið að endurnýjun á vissum hlutum. En það er svolítið erfitt að vera í verkefni það sem við erum með kannski 10 ára hús og það eru gaggjara endurbæti sem þarf. Já. Þannig að það ertu komin í þetta ótíma bara viðhald sem við viljum meina að sé. Já. Og ef við erum að hugsa alltaf kolefnisspor og annað og áhrif á umhverfið, að það er þetta mjög óvistvænt að byggja í rauninni hús sem þarf að fara mjög snemma í svona endurbætur. En þurfum við samt ekki að hugsa ef við erum með eigna það þarf alltaf að vera í einhverju viðhaldi? Jú, við þurfum líka að vera meðvituð um það. Og gróflega má áætla 2-3% af upphaflegu verði eignarinnar þurfum við að verja jafnaða ári. Já. Og við erum ekki nógu duglega að vera meðvituð um það. Nei, og við erum heldur ekki að setja það inn í neinar svona lána skilyrði eða neinar svona, já, við erum í rauninni ekki að setja kannski svona ramma inn í neitt í kerfinu þannig að fólk sé að sinna raunverulega viðhaldi og passa upp á að hafa fjármagn í það. Já, og svo erum við líka heldur ekki að ef að þú viðheldur eigninni þinni mjög vel og alveg svo ég tók dæmi húsin hlið áðan og nágranninn er í svipuðu húsi og hann hefur ekki gert það. Nei, við erum ekki að umbuna fyrir. Nei, hvar hvatið þinn til að viðhalda eigninni vel? Þannig er líka eitthvað
og maður vill alltaf tala um hvata. Mhm. Þú veist, þá, við viljum ekki nota refsingu, þannig að Nei. við verðum að finna einhverstað hver á að vera hvatið þinn til Já. að viðhalda húsinu þínu. Einmitt. Mhm. Já, þannig að eftirliti er kannski ábótavant, gæðastöðlum ekki fyllilega sent eða hvað? Já, Við erum með, svo eru, hann gaggrindi nú á ráðstafninu með hann Ríkharður Kristjánsson að dómskerfið, hvernig matsmenn væru ekki alveg að fungera. já, Ríkharður hefur einmitt haft orð á því Já. í gegnum árin Já. að matsmannakerfið er kannski ekki að virka sem skildi, Nei. en hann er nú meira inn í þeim málum heldur en ég. Já. En það er eins og ég segi, brotalemir eru víða Já, og hérna svona fyrst og fremst einmitt þetta að fá einhverju tölfræðin vandamálin já, og hafa einhvern aðila sem að hjálpar okkur að finna lausnirna sem virka Mhm. á þessu veður ofsa landi okkar. einmitt. Þannig að húsin okkar endist betur og Já. þá erum við bara vistvænni líka. Já, Fyrir utan það þá erum við líka, við erum að tala um stærstu fjárfestingu lífsins, já, húsnæðið okkar einmitt. og það dýrmætasta sem eigum, hvað Mhm. er það? Það er heilsan okkar. Já, já. Þannig að þessi hlutir eru Það ansi, þurfa að vera í lagi. já, það Já. þarf að vera í lagi. Einmitt. En við hérna, einmitt, já. Við, hérna, ég ætla að spyrja, að því nú var á ráðstefnunni, það var einmitt, það talaði einn hann frá Noregi sem að var að byrta svolítið svona mælingar og tölur sem virtist vera mikið svona lengra komið heldur en að, eða þeir normenninni virðast að vera komin aðeins lengra heldur en við hérna á Íslandi, hvað það var þar. Eru einhverja svona þjóðir sem hægt er að horfa til, þú veist, þurfum við að finna pjóla á Íslandi, við erum sér á parti út af veðrinu, að því við erum náttúrulega með bara þetta hryllilega vassveður og allt það, og rók og eitthvað svona, en þú veist, getum við tekið okkur einhver löndi fyrirmyndar sem hafa pælt eitthvað í þessu málum, eða eru allir komnir jafn svona álíka stutt? Nei, það má segja að við séum einna síðust af, skulum við segja, Skandinavíu, við viljum bera eitthvað saman með Skandinavíu Já, í þessum málum. Aðra þjóðir hafa verið á svipum stað og við kannski fyrir 20-30 árum síðan. já, þannig að við erum svona langt á eftir. Já, við Já. erum því miður þetta langt á eftir, en við erum reyndar mjög hratt að ná þeim Ok, og eins og þú segir að við þurfum ekki að finna upp hjólið allstaðar, nei, við þurfum bara alltaf að aðlega þar okkar aðstæðum. einmitt. Það er ýmislegt sem við getum lært af öðrum þjóðum án vafa Já. og þá þurfum við náttúrulega sérstaklega að horfa þá kannski til hérna landa sem eru á sama svona loftslagssvæði og við, af því Já. að byggingarnar okkar eru hannaðar fyrir okkar loftslag. Einmitt. Já, einmitt. Já. Þannig að við erum kannski að fá núna, að því að nú erum við akkurat komin á þetta tímabili með þess að það er að koma svo hjá borginni og allir skólar að megla, eða koma upp megla í öðru hverjum skóla, verðist vera sko. Þannig að við erum að fá einhverju svona eldskýrt núna. Við náttúrulega byrjum kannski að byggja og byggingasagan okkar er öðruvísi kannski heldur en í Skandinavíu. Hún Og er styttri. Hún er mikið styttri. Já, einmitt. Þannig að núna Já. erum við kannski að fá hann á 20 árum setna Já, þá eldskýrt sem að þeir hafa fengið þarna. akkurat. Á Og sínum við erum tíma. að fá mjög stóra, skulum við segja, árganga Já, af húsum sem Einmitt. eru komin á þetta tímabil að þarnast endurnýjunar. já, Og við þurfum líka svolítið að sætt okkur við það að hús hafa ákveðin eða byggingar hlutar hafa ákveðin líftíma og þá þurfum við að bregðast við og laga. einmitt. Og við þurfum að fara átt okkur á því kannski að við þurfum að huga alltaf að meiru heldur en einhverju svona bara í núinu, eða mér finnst þetta svolítið svona, ég fyrir tilfinningu fyrir því líka í lagnakerfinu á Íslandi og öllum innviðum að við erum einhvern veginn aldrei að hugsa um viðhalda ennu. Það bara byggja og já. leggja eitthvað og svo bara allt í hennu er eitthvað bara búið á því og þá bara, mér finnst þetta pínulítið svona í þjóðsálinu og þetta er pínulítið kannski líka í okkur Íslandingum þetta með að þetta reddast. Þetta reddast. Við erum, já, Þannig að við erum lituð af því svolítið. Já. Þannig að Já. þetta er ekki svona, heldur þetta sé eitthvað til í sig hjá mér. Já, Alltaf algjörlega og einmitt og stundum erum við að reisa hús og ég man að það áður fyrir var auglýst viðhaldsfrítt og eitthvað. Já, Það er ekkert til sem það er er ekkert til sem er Nei. viðhaldsfrítt. Nei.
einmitt. En svo þetta líka, við erum ofta að leysa einhver vandamál í núinu eins og þú segir Já, og við erum kannski að búa til önnur vandamál fyrir framtíðina. já, einmitt. Þannig að við þurfum að horfa á svolítið meira fram á. Við leysa ekki bara vandamálinn á staðnum og svo koma næstu vandamál í ljós. Já, þetta svolítið kannski samtengt því að við skipuleggjum ekki dvoðalega mikið langt fram í tíma hvenær við ætlum að heimsækja eitthvað, við bara droppum við eða eitthvað svona meðan Svíarnir eru alveg búin að færa inn í kalendarinn og eitthvað. Já, einmitt. Þannig að við þurfum að horfa aðeins meira fram í tíman og einmitt eins og ég segi, byggja til að endast. Já, einmitt. Já, herðu, þakka kærlega fyrir komuna, Sylgja, og við höldum áfram að fjalla myglumál hér við Rauðaborðið á næstu dögum. Þannig að við látum þetta dögu í bili myglu. Takk fyrir. Takk fyrir. Já, það eru komnar hérna við Rauðaborðið sósíalísku feministarnir Margrét Pétursdóttir og Sara Stef Hildadóttir og við ætlum aðeins að fara yfir fréttir vikunar með feminísku gleraugunum eins og við gerum í síðustu viku. Kannski byrja á frétt sem að var hérna fyrir það bil viku síðan held ég eða 19. janúar hana Jacindu Ardern, forsætisráðherra Nýja-Sjálands sem að var að segja af sér embætti eða tilkynna að hún myndi segja embætti sínu sem forsætisráðherra landsins lausu og eins ætla hún ekki að leiða verkamannaflokkin í næstu kosningum sem að verða í haust. Þetta voru svolítið svona sérstakar fréttir og mig grunar að Sara, þú hefði nú einhverju skoðun á þessu. Já, einmitt. Já, þetta var rosa áhugavert. Það nokkrir dagar síðan sem hún tilkynnt þetta mitt og mér svona kannski áberandi fréttaflutningur af þessum tíðundum. Einmitt. Eins og gjarnan með bara konur í stjórnmálum, þá hefur virðist einhvern veginn öll athygling fara á, sem sagt henni hampað mjög mikið fyrir það bara eitt að stíga fram og segjast ætla að hætta hér. Já, að því kannski ég glemt að nefna það að hún segir í rauninni að hún ætla að hætta að því að hún hafi ekki meira á tanknum. Já, sem verður svona aðal fréttin. Akkurat, þannig að aðal einhvern veginn umfjöllunin eða fréttaefnið í þessu er að hún hafi haft hugrekki til að stíga fram og hætta áður en hún fór í burnout. Eins og þá sem svona undirtónin þá allar konur, þú veist, séu svo gjarnar á að fara í burnout. En það hún átti náttúrulega barn, var það ekki? Jú. Í þessu forsætisráðherra tíðsinni og var með barn á brjósti og það komst líka í heimsfréttir og hún fór með dóttur sína með sér á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna. Akkurat. Og svo hittust þær einmitt forsætisráðherra Finnlands og hún fyrir ekki svo langt síðan. Já, það vakti henni svolítið athygli. Það var svona skondin upp að koma því að fjölmiðla fólk hafði svona áberandi voru spurningar bara einmitt það að þær væru konur. Þær voru spurðar einmitt hvort þær væru að hittast það því að þær væru jafnaldrar í pólitík eða eitthvað svo leys. Hvað töluðu þær? Já, það rættu þetta ekki sameiginlegt og eitthvað svona í staðan fyrir að spurja þær út í pólitíkina. Já, þannig að það sem ég eiginlega svona upplifið einmitt í svona pólitísku landslæginu núna í kringum allt þetta er svona fjaðrafókið eða svona kannski eins og rík svona jóreikur sem að fyrir augun á þig bara þú missir svolítið fókusinn bara hvað er að tala í samhengi við svona viðtekin venja að tala alltaf fyrir utan málefni sko. Í staðan fyrir að fara beint í það. Akkurat. Og hvaða málefni eru það sem að við getum talað í sambandi við hana? Í sambandi við konuna sko. Já, þannig að þetta bara... Það talaði að hún svona, hennar eftirmæli, hún spurð líka hvað hún vilja að verði sín eftirmæli. Já. Hún spurð að því sko og hún talar að
hún hafi vilja vera hennar leiðarstef var svona að vera hinn vingjarnlegi leiðtogi, já. Og hún vildi sína heiminum það, já, og vera svona jákvæð, kurteis og fast fyrir. Vildi sína heiminum það að það væri hægt að vera leiðtogi en líka vera vingjarnleg. Já, veist, það er bara Katrín Jakobsdóttir svolítið, er það ekki? Já, ég veit, hún er kannski ekki sagt að berum orðum. Hún sé ekki með þetta leiðarstef líka. Hún er kannski ekki sagt að berum orðum svona eins og Jacinta var að gera þannig. Og mér finnst það líka bara áhugavert sko innlegg í umræðuna þú veist, þetta að vera kona og hver eru þá svona klassísk gildi þess að vera kona í, sérstaklega fyrir sko, konur eins og bara Katrín Jakobs og konur sem stíg inn í þetta stigveldi ráðamanna sko. Að það er rosa áhugavert að það skuli taka á sig þú veist, þetta en hún var spurð sérstaklega sko, eða hún þurfti sérstaklega svona ítreka það að hún væri samt ekki að segja af sér af því að þetta hefði verið alltaf erfitt starf. Ég finnst það svolítið sérstakt sko að Já, og til að tala þá stjórnmálin eins og við vorum að kvarta yfir að engin fjölmiðla gerðu að þá kemur sérst í ljós að muna náttúrulega allir kannski eftir henni sem forsætisráðherra í COVID á þessum COVID-árum tveimur, það sem að Nýja-Sjálandi var meira og minna bara, þetta var bara svo fangelsis-nýlenda meira og minna og eiginlega bara engin smitt og bara hagkerfið bara var inn í einhverju búblu og mikið dást að því auðvitað og en að sama skapið, þú veist, þá fengur kannski aðrar fréttir frá Nýja-Sjálandi ekkit rosalega mikið myndundi vengi þannig að mér skilst til dæmis eins og í húsnæðismálum að þar hafi bara þar eru bara rekin einhver svona hægri stjórnmál sko, jafnvel þótt að hún sé þarna í forsvari fyrir verkmannaflokkin þá eru þetta eitthvað svona einhverju hægri kratar greinina. Íslensk stjórnmál Íslensk stjórnmál, já, einmitt. Og það er barnafátækt, ég meina ég hef aldrei trúað þessu ef ég hef ekki lesið þetta svart á hvítu, en barnafátækt hefur ein hæstu gildin yfir öll OECD-ríkin. Þú veist, það er í Nýja-Sjálandi ofarlega ef ekki efst á lista við barnafátækt. Já, einmitt. Undir hennar stjórn, já, frá 2017. Sem er náttúrulega svakalegt. Það er rosalega, já. Einmitt. Og þannig að maður fyrir líka að hugsa það aðra svona leiðtoga bara eins og núna, ég meina nú er verið að tala að stærsti flokkurinn hér Samfylkingin sem er leiðtogur áfram að Kristrúnu Frostadóttur og ekkert ósvipuð kannski pólitík sem er í gangi þar, ég meina og hún einmitt tikkar í svona svipuð bóks kannski, ég meina hún kom inn í Samfylkinguna beint úr fjárfestingabankanum og það eru ekkert margir mánuðir síðan sko, en ég meina fyrir stuttur lásum við bara fyrirsögnum að hún vildi verða forsætisráðherra, þannig að hún var nú eitthvað búin að hugsa um þetta áður en hún fór að dara við stjórnmálinn svona og fór í þessa hringferð landið þar sem hún kynnti sig náttúrulega og það gekk svona rífandi vel þannig að nú er Samfylkingin að mælast bara stærsti flokkurinn, ekki satt? Og hún er svolítið að kannski ég veit ekki leikana allavega spilast þetta út með svipum hætti og hún er nú bassavandi og mun verða með unga barn þá eftir næstu Þetta er svona, þú getur alveg verið sko forsætisráðherra með unga barn þetta er þessi hvenna pólitík sko Já, þetta er þessi og þetta er þetta með sko brjótaglerþakkið og allt þetta og ég hugsaði með sko, já, hún er svona svolítið nú munu sumir minnast hennar sem sko, einmitt konan sem fór með barnið á þing Sameinuðu þjóðanna og braut algjörlega skarðið í glerþakkið þarna og eitthvað en þetta er svona millist þetta skiptir engu máli í rauninni vegna þess að það er kannski ekki málefnin sem að eiga að sitja eftir þú veist hvað gerði viðkomandi í sinni valdatíð hafði hún einhver áhrif til góðs og samfélagið eða ekki en þetta er kannski það sem maður vil kannski reyna að segja með öllum þessum svona feminísku sviftingum sko, þetta lítur allavega þannig við okkur að þetta sé mjög svona sterk kvenna pólitík í gangi en við nánari skoðun og þá kemur kannski svolítið í ljósi eins og með Jacintu að þú veist það er verið að stígin í stígveldi karlana og það er verið bara að leika sama leikin og við blessaða glerþak sem er búið að vera þarna meira meina órofið og sem bara hluta af þessari leikmynd heldur sér alveg sko og þannig eins og Kristrún Frosta ég meina hún fer þá bara inn í þessa sína stjórnatíð sem María mei með barnið þú veist og þetta mun en á meðan að það gerist þetta er svolítið svona eins og einhvers stað sá ég það var eitthvað grein birt sem að náði að frasa þetta svolítið við þessi kratíska kurtisi sko og margir hafa verið að tengja við þessu þessa dönsku hryllingsbíómyndina þarna Speak No Evil gesturnu það sem að spilast út frekar anstíkileg pólitík undir ykkur í svona fallegri
þú veist, svona heimkaupsauglýsingu. Erstu búin að kaupa í matinn í kvöld eða hvað vilt í matinn í kvöld? Já. Einmitt. Eitthvað svona. Já. Mér finnst það vera svona undirliggjandi undirtóknir í stemmingin. Þá einhvern veginn fær maður svona, er þetta í alveg það sem að konur í stjórnmálum alltaf láta liggja eftir sig? Akkurat. Ætlum við ekki að vera svolítið róttakari og herskári og gera eitthvað. Já, en það bara því, þú veist, við getum ekki verið konur á forsendum þess að vera konur. Við erum þá alltaf bara að stíga inn í stígveldi þeirra og reyna að leika þann leik og hann fer svona. Já, einmitt. Það sem að ég tengdi, það sem að ég hugsaði þegar hún sagði, segir af sér þarna á þessum forsendum, eða þegar þessar forsendur dragnar upp, að þá hugsaði ég strax eitthvað svona, við hugsaði til kvennalistans gamla lags ákvæðið, þú sætir ekki lengur en eitthvað ákvæðið. Og ég hugsaði, kannski er hún með þetta viðhorf, en svo er það kannski ekkit víst heldur, Þú veist, en maður reynir svona að setja þetta í eitthvað í ákvæðið samhengi, En ég veit það ekki. Þetta saga mér svo bara það verður að sýna sig hvað situr eftir þannig og hvað konur skilja eftir sig. Hvort það, eins og þú segir, settist inn í leikmynd feðraveldisins. Þannig að já. Heyrðu, við ætlum að tala um eitthvað meira líka. Margrét, þú ætlar að tala eins Pussy Riot. Já, heyrðu, áður en ég gerir það þá ætla ég nú eftir síðasta þátt. Þú komst mér svo óvart með að fara að tala um bækur. Já, síðast. Ég var alveg bara gapandi. Þetta var náttúrulega svo hljóðbók sem ég var nefndi var Nickel and Dimed eftir Barböru Ehrenreich. Og reyndar blandaði ég saman blaða viðtali sem ég las sem kom ekkert bókinni við í sambandi við einmitt að þjónar og þjónustustúlkur voru að taka ruslið með sér heim, matarágangana og síðan var verið að banna þeim eigendur. Og jafnvel bara er ennþá verið að ræða þetta, hvort að þú getur bara stjórnaði sem þú komur inn á veitingastað og getur stjórnaði og borga fyrir matinn, hvort hann fer í ruslið eða ekki. Þannig að þetta er svona svolítið skringileg nálguna á fátæktarni í Bandaríkjunum stundum. Og sjálfsagt er þetta til líka, Já. En já, Pussy Riot, mér langaði aðeins að nefna það að Pussy Riot er nefnilega búið að vera á Íslandi svolítið í fréttum. Gjörninga og pönkljónsveit sem kom að laggirna 2011 var náttúrulega bara mjög skiljanleg uppspretta mótfróa gegn þau stjórnkerfi sem þar og mannréttindabrotum. Og þær voru náttúrulega urðu ansi frægar. Ég las þær fyrst einmitt hjá Al Jazeera og fylgdist síðan vel með þeim. Þeirra frægasta var náttúrulega það að fara í kaþólska kirkju þeirra og halda tónleika. Þeirra náðu nú ekki nema nokkrum sekúndum áður en þeim var hentu út. En það var nóg til þess að þær urðu ansi frægar og voru síðan dæmdar í fangelsi. Allavega 2 þeirra. Mjög svona típist stið sem við þekkjum að hún Masja var Masja. Já, henni var svona undir rós hótað ég meina gerum við grein fyrir því að þú ert með lítið barn. Já, þú voru að segja okkur hverjir hinn í Pussy Riot eru við kannustu þetta með Erla Bolla var nú fyrir þessu að verða að halda barnin hennar svona einmitt að henni til þess að þvingana. En hún Masja, eða Maria Aliotina, hún hefur verið á Íslandi núna og var núna í síðustu viku og áritaði bókina sína sem hún skrifaði sem með fjallar eiginlega þessa daga í fangelsinu og svona eitthvað aðeins út fyrir það. Mjög áhugaverð bók og þær voru náttúrulega með mjög merkilega sýningu í Þjóðleikhúsinu. Fóru þið á hana? Nei, ég komst ekki heldur nefnilega en lesa mig til það að fólk hafi verið mjög ánægt með hana og svo eru þar með í Kling og Bang sýningu. Ég fór á opnununa hjá þeim þar Og henni var framlengt vegna þess að hún hefur verið mjög vinsæl og henni er framlengt til 29. janúar en á morgun er nefnilega frábær leiðsögn sýninguna sem að ég held að klukkan 8 held ég. Já. Ég held að fólk ætti að nýta sér það. Hún er á nokkur tungumálum. Já, og Maria er sjálf að fara að
ganga með fólki sýningun og segja frá, þannig að þetta verður mjög áhugavert held ég, og Pussy Riot bara hefur held ég gert alveg heilmikið svona fyrir umheiminn að aðeins að hugsa hvað að skeið þannig í Rússlandi og ef ég má bara enda á náttúrulega þessum frábæru orðum úr punk-bæninni Hail Mary, Mother of God, be a feminist, sem var helviti gott. Svo bara spurningi, ég ætla að tala aðeins hana Jane Gilmore, hún rithöfundur og hún hefur verið svolítið skemmtileg með það að hún tekur fyrirsagnir úr blöðum og umritar eins og henni finnst það eigi að vera og núna uppi umræður í Ástralíu og í Bandaríkjunum reyndar þar sem að kom kannski upp líka í MeToo-byltingunni að tennisstjörnur þær að koma fram, hafa allavega komið fram nokkrar og talað hvernig þjálfarnir þeirra hafa misnotar kynferðislega. Ein var ekki nema 15 ára gömul og þjálfarinn hennar var 30 og það enda með þau giftust stuttu síðar, hún var ung þegar hún giftist honum. Svo það hún Pam Shriver sem að nú reyndur orðin 60 í dag en hún var 20 og hennar þjálfur var 50 og hann misnotar hana og hún ræður þetta mjög opinskátt í dag og ennþá svolítið að díla við þetta en það hefur náttúrulega verið ljótari sögð, það hefur verið nauðganir og annað það sem að kemur síðan, það sem að vinkillin sem ég vildi eiginlega taka fyrir utan alltaf þetta að við erum ennþá að díla við þennan valdamismun og hvernig hann völdur misnotuð í svona nánum samböndum eins og þjálfari og íþróttaafreksfólk í að það þessi fyrirsögn sem hún tekur hérna fyrir sem ég fannst ansi góð en ég ætla ekki íslenskana, ég ætla að segja hana á ensku og þar stendur tennis players must stop having sex with their coaches. Þetta fyrirsögnin en hún leiðréttir hana og segir Pam Shriver says tennis leaders should protect teenage players from sexually abusive coaches sem þetta mjög réttar en þannig að þetta svona vingill og hún hefur verið svolítið dugleg við að taka þennan vingill og sína hvað þetta súrealíst hvernig við fjöllum í fjölmiðlum svona málefni þetta alltaf einhvern veginn þólandanum að kenna Já, þannig að þetta var svona mitt innlegg í þetta. Ekki rétt muna hjá mér Hildur Lillendal var að gera þetta líka? Ég held að hún hafi byrjað á þessu svo hafa margar tekið upp þessa venjur og eru stundum að gera þetta. Já. Og þú sér það miður vegna þess að enn þörf á. Já, og þú líka séð þetta eitthvað verið að ræðum það í hvernig konur eru ekki jafnvel á mynd. Þó þessi verið að tala þær í fréttum. En þá koma myndir af kallmönnum. Eða jafnvel kom. En það ennþá líka, ég saknaði að það var verið að gera alltaf svona af og til fletta í gegnum fjölmiðla og telja hvað var mikið að myndum að köllum og konum. Það kom svolítið svona upp á tímabili, það var verið að gera þetta. En þetta hefur ekki verið gert lengi og ég alltaf að því að skrifa fréttir og eitthvað svona fyrir samstöðuna, þá er ég líka að lesa mikið fréttir. Og ég bara tek stundum eftir þessu, það koma heil dagarnir þar sem að maður sér alla mynda konu, Já, en það er náttúrulega þessi risastóra grúppa karlar gera merkilega hluti sem hefur svolítið tekið þetta og það postað þar daglega og stundum sama fréttin margoft frá mörgum notendum það sem að bara svona fáránleikin blasir við bent á fáránleika ég meina ítrekka verið að tala dóttir og eiginkonu og allt þetta og svo myndir af körlum þegar verið að fjalla konur en það er svona maður spyr sig hvað veldur líka því að nú ég bara forvitin að vita líka hvernig kynjahlutfallið í fjölmiðlastéttinni Já, ég meina þetta bara svo langar hefðir líka, ég meina þú ert bara alltaf að fjalla þetta út frá sjónarhóli kallana þú veist, og ég meina þegar konur hætt að vera þegar konur kom inn sem fréttaþulir til dæmis, þú veist, það ítrekka kvartaði þegar konur fara að rappa líka manni svona dæmi það sem að kvenröddin hins skræka kvenrödd óþolandi þú veist, þú getur bara ekki að blæðir úr eyrunum að þeim að hlusta á þessar konur þannig að þú veist, öll bara svona einmitt menningarstefin sem við þekkjum eru karlinn, þannig að auðvitað það undirliggjandi ástæði þess bara að það bara ekkert verið þetta svolítið sérstakt þegar þú ert dóttir hans, er það ekki? Ert ekki konan hans?
Einmitt, já. Herðu, Anna Mál, Lilja Alfreðsdóttir gaggrínir Eflingu. Hún er sér sett spurða fréttamönnum vantanlega. Þú ætlaðir að ræða Já, mér fannst þetta það bara, einmitt, það voru mér vonbrigði hérna að sjá Lilju tala svona til láluna kvennastéttana. fólks og Já. kvennastétta. Já. Hérna, og manni svíði það svolítið og svo skil ég bara heldur ekki sko hvers vegna fjölmiðlar fara að tala við ráðherra ferðamála verkfallsrétt lálunafólks og akkur þau tala ekki við fólki sem er á leiðin í verkfall, tala þá við Sólveig Önnu sem er að leiða þessa baráttu. Og hérna, en að stilla síðan ráðherra upp svona sem að fordæmir þetta og segist, sko, hún líkir raunverulega, hún talar ferðaþjónustuna eins og viðkvæmt blóm, sem sé, hvað er frasin hérna, að þau sé að hún óttast það að ferðaþjónustan sé að fara aftur í gegnum einhver svipugöng, líkt og í kórónufaraldrinum. Þannig að, sko, verkfall lálunafólks er líkt bara við heimsfaraldur og plágu. Já. Og hérna, þetta er bara svakalegt. Þetta er með ólíkindum. Já, og svo segist hún í niðurlagi, þú veist, þetta sem hafa samt skilning á því, ég meina auðvitað, hún hefur skilning á því að fólk þurfi að hafa laun til þess að lifa af mánuðinn. Hún hefur samt ekki skilning á því, sko. Skammist ykkar samt. Já, skammist ykkar samt, að ráðast svona að hennu viðkvæma blómi Íslands og Hún hefur Fossóttila. ekki lesið tölur sem hafa komið frá launasælum Eflingafólks. Nei, og talandi líka bara samstöðu. Og gróða líka hótelana til dæmis. Já, bara arður, þú veist, út úr þessum Íslandshótelum ykkur 17 miljardar á 10 árum. En nú ætlar sko samtök atvinnulífsins ætla að bæta þeim upp allan skaðan, sko, og þetta er svolítið, svona er, ég meina Lilja er bara að tala inn í umræðuna svolítið eins og hún er núna. Hún tala bara með auðvaldinu svona. Hún tala með auðvaldinu. Já. Ég meina og það er greinilega bara nóg til og meira frammi og nú á bara að borga upp í það tap sem að Íslands og Fosshótel verða mögulega fyrir að þessum verkfællum. Þannig að það er augljóst eins og allir vita. Það er bara til peningur en þeir bara ætla ekki að breyta sinni afstöðu. Já. En það er eitthvað sko skuggalegt í gangi í samfélaginu þegar kemur að verkefliðsbaráttu. Vegna þess að það er einhvern veginn verið að svona kriminalisera öll vopn verkefliðshreyfingarinnar til þess að sækja rétt sinn í gegnum sko Sólveig Önnu og Eflingu. Þetta er alveg stórfurðulegt. Og það sem er sérstakt við þetta er að það er Sólveig Anna og hún er kona sem er að leiða þessa baráttu og svo eru þetta láglaunakonur núna sem að gera þessa árás svo kallaða á Íslandshótel og Fosshótel. Þetta eru verslaunuðustu konurnar, konur á erlendum uppruna, konur sem eru með mjög þunga þriðjuvakt, þú veist, og bara dirfast að tala svona. Já, einmitt. En ég velti fyrir mig líka sko því nú er Ragnar Þóra nú alveg herskár sko oft á tíðum en sko ef maður svona vikslar út sko myndinni, hann fær aldrei sama sko sömu afgreiðslu og Sólveig Anna og hann þegar hann sagt bara til dæmis í samningunum núna daginn neitaði að stilla sér upp á mynd og skrifaði undir með óbræði munni, það er ekkert verið að saka hann að vera sturlaðan geðveikur maður. Nei. En ef hún hefði gert þetta þá hefði hún verið alveg kólgeðveik og fengið aldeilis að heyra það sko. Já, það hefði verið ítrekkaður fréttamatur sko hérna geðveiku konu. Alveg klárlega. Þú veist þannig að þetta eru alveg ótrúlega endingargóð stef hinn geðveika kona. Af því að þeim er endalaust, vegna þess, sko eins og ég segi, eins og með Lilju Alfreðs, vegna þess að það eru konur líka sem að taka afstöðu með þessu. Taka afstöðu með þessu. Með henni geðveika kona, þú veist, þetta sé henni geðveika kona og það er náttúrulega bara óþolandi. Afstöðu með þessari bara auðvalds málflutningi faraveldsins. Einmitt, af því nú á eftir mögulega mun bætast í hóp þeirra sem að fara í verkföll. Þannig að hvað ætla samtök atvinnulífsins þá að gera? Þú veist, að því ekki gefur Efling eftir, það væri fáránlegt. Og SA virðist ekki alltaf að gera það heldur. Þannig að hvert erum við þá komin í þá stöðu að stjórnvöld verða að stígja og hvað gera Katrín og Bjarni þá? Einmitt. Ætla þau að leysa þennan hræðilega hnút fyrir okkur með því að þjónkast auðvaldinu. Maður bara spyr sér hvað. Já, það er allavega, maður er mjög hissa að þau myndi ekki gera það.
Já, ég meina hvert eins erum og við þá stemningin komin? er núna, Já, sko. ég meina ætla þau að leysa hnútin fyrir samtök atvinnulífsins, Já. svo það þurfi ekki En ég held við séum komin þangað, sko. Ég held við séum mjög bara nála þeim staðmögulega. Já, ég held það. Herðu, en ég ætla aðeins að tala hérna og kannski bara aðeins út frá líka tenniskonunum áðan og hvernig öllu er stilt upp þarna. Þú ert að tala stúlkuna sem giftist þjálfaranum sínum eftir að misnota hana. Ég var að hlusta inn á Al Jazeera frétt konurnar í Kasmír á Indlandi að hérna það svo ofboðslega mikið mannsal í gangi. Það verið að lokka unga stúlkur með því að fátakar stúlkur og bjóða þeim í vinnu og þær gera sér ferð eitthvert að fara að hitta einhvern og þar eru þær bara svæfðar og fluttar hér á milli sko, landsluta á milli og svo eru þær bara vaknaðar bara við það að það verið að gifta þær einhverjum kollum. Þeir eru að kaupa, þú veist, ég vil á kannski $35 stúlku til að giftast. Þannig að þetta er bara hryllilegt sko. Og svo eru þær það verður svo mikil það er svo mikil skömmtengt sko mannsali að þær geta heldur einhvern veginn ekkit tjáð sér mikið þetta þó að þær ætla að reyna til að komast út úr þessu vegna þess að það vill enginn ræða þetta neitt og ef þær eru giftar þá getur það bara ekki verið mannsal. Það er svona svolítið viðhorfið á Indlandi ennþá. Einmitt. Þannig að ég bara myndi eftir þessu þegar það varst að tala að hún giftist þjálfaranum sko. Já, ég var einmitt að posta grein núna þarna frá shoutout .org held ég að sé sem að fjallaði kynlífs verkafólk og fjallar raunverulega mansal sko. Þannig að 75% af öllu mansal í heiminum, bara human trafficking, eru konur og börn og svo eru sko yfir 95% af því eru tengd vændisiðnaðinum. Já, einmitt. Þannig að það er bara verið að kaupa og selja konur og börn daglega. Já. Og þetta, ég ætla að, kannski gleyma að nefna það í þessu Kasmírdæmi mitt, þetta eru oft líka bara barnungar konur, kannski 13-14 ára stúlkur sem eru halda að þær sé að fara að reyna að fá sér vinnu fyrir fjölskylduna eða eitthvað og eru bara einmitt seldar í Þetta er alveg ótrúlega löng saga og ég hlustaði alveg frábært hlaðvarp sem að hún Þórdís Gísladóttir gerði Djöflaeyju matrónuna og nú er bara stólið úr með hvað hlaðvarpið heitir á Vesturbrú Sjáandinn á Vesturbrú frábært hlaðvarp og ég mæli með alveg hygglust vegna þess að það er mjög sjaldgæft að detta nýr á svona umfjallanir konur frá þessum tíma Kaupmannahafnar árunum þetta voru allt einhverjir Jónasar Hallgrímssinnir synir Íslands á leiðinni út í háskólanám og etc. Endurtekið efni og hún tekur saman þessa frábæru samantekt þessar systur sem að fara frá Nauthólsvík og það er einmitt svona rekord af mansali að þær raunverulega voru fara til Kaupmannahafnar undir því yfirskinn að þessi að fara að vinna á hóteli. Svo kemur ýmislegt annað í ljós. Já. En þetta er ævintýraleg saga þessara konu. Þetta er áhugavert. Herðu, síðasta málið, ég ætlaði aðeins að tala um skal ég eitthvað segja, fólki sem að verður strandaglópar svona kerfisútlaga, það var frétt í vikunni um þetta og Rauðkrossin hefur miklar áhyggjur af þessu. Það er hópu fólks á Íslandi. Ég held að þetta sé eitthvað, 64 einstaklingar teljaðir sem eru bara strandaglópar á Íslandi. Þetta er fólk sem hefur sótt alþjóðlega vernd, hefur fengið synjun og það er bara upprunalöndin neita að taka jafnvel á móti þeim. Ég veit að Íran er gjarnan neitar að taka við fólki aftur sem fer þaðan og ég er oft líka fólk frá Nígeríu sem hefur kannski ekki ferðaskilríki lengur og getur ekki farið út til þess að sækja þau þurfa að fara í eitthvað erlend sendir á því einhver útlandi og þannig að þau eru bara föst og ég vil til margra ára, ég vil alltaf upp í 5 ár eða lengur og eignast vel börn sem að fæðast ríkisfangslaus og þetta fólk hefur engan rétt og þú veist, það hefur ekki rétt til þess að má ekki vinna því að fær ekki kentölu, það hefur ekki rétt til að fara í skóla eftir 18 ára aldur það fær, ég meina þetta var að tala við konu einmitt frá
Blessing Usoma frá Nígeríu Já. sem hefur verið hérna í 5 ár og hún að fá sko 40.000 krónur á mánuði í bara til framfærslu og þetta er náttúrulega bara þú lifir ekki á Þetta tekur bara einhver tali, þetta svona bara tekur meðferð einhver fólki. Nei. bara hryllilegt og hún er hérna og þetta er kona sem að sko hræktist milli landa sem vændiskona og er ofsalega hrætt við að lendi í vændi aftur til þess að bara bjarga lífi sínu sko en hérna og þetta er staðan og þetta er hérna þetta er það sem við erum að bjóða bara sískinum okkur upp á hérna á Íslandi sko Og stjórnvöld hafa engin ráð, þetta er engar, engin úrræði fyrir engin fólk úrræði í fyrir þessum þetta fólk sko. hópi. Þetta er ofsalega skrítið þannig að hérna mér finnst þetta vera eitthvað svona sem og þetta hefur komið upp þessu umræði líka gervikennitölur sem eru líka gefnar út hérna stundum oft til þess að geta hendið mitt nýfættum börnum úr landi og fleira og það er bara einhvern veginn það þarf að tala um þetta það þarf að ræða þetta Já. Þannig að hérna en já, þannig að það er kannski ekki fleira á dagskrá hjá okkur í feminískum fréttum þennan miðvikudaginn við verum hérna aftur á viku liðinni þakkum fyrir okkur í kvöld Já, þetta verður þarna sláum við botnin í Rauðaborði í kvöld og við verum hér aftur klukkan 8 annað kvöld. Ég ætla að minna ykkur á að læka síður samstöðurnar bæði á Facebook og YouTube og dreifa efninu, hjálpa okkur við að dreifa efninu því við erum sjálf dreifikerfið. Þið getur líka gengið í Alþýðufélagið inn á síður samstöðurinnar undir hnappnum skráning. Sjáumst hér aftur annað kvöld. Takk.